Bara farið hérna? Já, ok. Þessi tekur þá þennan? Já, ok. Takk. Það var skemmtunni, ég veist ekki tíma til að líða á. Nei. En alltaf heyrist í Rögvaldur, ætlar þú að setja þetta? Já, það er, jú. Svona. Við erum að stækka þetta aðeins, Rögvaldur er svo gamall að hann sér ekki nema þetta sé svo stórt. Sérðu núna, Rögvaldur? Heyrirðu, Rögvaldur? Grillir í það? Já, gott. Heyrnartæki, já. Það er að fá mér heyrnartæki. Ég ætla ekki að tala lengi, sko. Ég er bara rétt að bjóða ykkur velkomin. Gaman að sjá svona marga hérna, virkilega gaman. Ég gleymdi nú eiginlega sjálfur, ég ætla að vera að dreifa hérna dagskráni og bæklingi í samtakana, en dagskráni er í dreifingu hér og hér eru bæklingar sem ég geti greipið með ykkur bara eftir í hléinu. Við erum með meira af þessu, en ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, við erum aðeins og eftir áætlun og út af teknilegum vandamálum. Ég er sérst formaður samtakana, Rögnvaldur Guðmundsson. Ég er ykkur hjartanlega velkominn. Þorfi Jónsson á Þingvöllum ætlar að stjórna hér skemmtuninni og gefa honum bara orðið. Við erum velkomin eftir þessu Rögnvaldur sagði og við erum strax náttúrulega komin eftir tíma þannig að ég verð ennþá stuttorðinni, þú ert að stýta málið ennþá meira, Margrét. Nei, þetta verður bara mjög, við göngum bara hratt á hvert erindi, svo höfum við spurningar rétt fyrir kaffihlé og göngum þá á tímanum Ingibjargar til að kynna sýninguna, en þetta er þetta bara einhver handrit. Já, hver veit. Það er enginn búinn að sjá þau hvað sem er í 100 ár, þannig að við getum beðið nokkuð að renna. Já, herru, við skulum ekki taða þetta mikið lengra. Margrét Björk frá Vesturlandi, áfangastofu Vesturlands, vertu velkomin. Góðan daginn og komið öll sæl. Ég heiti sérst Margrét Björk, það þekki nú með allir sem Maggi. En ég er sérst verkefnastjóri hjá Áfangastaða og markastofu Vesturlands. Ég var beðin að koma hérna í dag til að segja ykkur frá verkefni sem við höfum verið að vinna undanfarin 2 ár með sveitafélögunum á Snæfellsnesi og Snæfellsjökulsþjóðgarði. Þar sem við höfum verið að rýna í það hvað heimamönnum finnst komur skemmtiferðaskipa og skipafarþega eða bara hvernig álag vegna ferðaþjónustu leggst á svæði og heiminn, hvernig þeim líður með þetta allt saman. Og markmið þessa verkefnis það er að stilla saman strengi og móta sameiginlegar áherslur og sýn til að hafa leiðarljósi við móttöku skemmtiferðaskipa og skipafarþega og annarra hópa ferðafólks á Snæfellsnesi. Þegar við vinnum á áfangastaðastofu Vesturlands, þá vinnum við út frá áfangastaðaáætlun Vesturlands og þá höfum við að leiðarljósi sjálfbæra þróun eins og við öll ferðaþjónustu á Íslandi og við vinnum alltaf með þessi leiðarljós fyrir augunum. Það er að við erum að vinna með auðlindirnar okkar sem eru innviðirnir, þjónustan, náttúran og menningin og við erum líka að vinna með hagaðalunum sem er stjórnsýslan, fyrirtækin, gestirnir og samfélagið. Og þetta þarf alltaf að harmonera saman þannig að allir séu káttir og sáttir í sig. Við gerum hagaðalagreiningu og sendum á alla þessa hópa upplýsingar að þetta verkefni væri að fara í gang, þannig að hvöttum hópana til þess að taka þátt. Við vorum svo með opnar vinnustofur þar sem við fengum þetta fólk til þess að vinna og segja hvað þeir finnst og svo var bara vinnustofurnar opnar fyrir alla. Og svona aðeins til að skerpa á hverjir búa, hvernig staðhættir eru á Snæfellsnesi, þá er þetta 95 km langt nes vestur úr landinu og þar sem Snæfellsnes fjallgarðurinn gengur eftir miðju nesinu og við tölum alltaf byggðina ýmist á norðanverðu nesinu eða sunnanverðu nesinu. Svo á útnesinu er Snæfellsjökulsþjóðgarður og það er sem sagt þéttari eða meiri byggð á norðanverðu nesinu því að þar eru þéttbýliskjarnarnir okkar, Stykkishólm, Grundarfjörður, Ólafsvík, Hellissandur og Rif. En á sunnanverðu nesinu er bara dreifbýli og svo þyrpingarnar á Arnarstapa og Hellnum, en það er engin byggð innan þjóðgarðs. Og eins og gefur að skilja þá er þjónustan mest þar sem að íbúðarnir eru flestir, þar sem fólkið er, þannig að það er bara mjög góð þjónusta í þéttbýliskjörnunum. En dreifbýlið þar hefur líka byggst upp mikil ferðaþjónustu í gegnum tíðina og þannig að ferðaþjónustu er orðin svona kjölfestu atvinnuvegur á Snæfellsnesi
þannig að það er víða þjónustu að fá á Nesinu. Þegar við byrjuðum þetta verkefni 2023 þá hafði verið mikil aukning í bæði skipakomum en líka bara almennt í ferðaþjónustu almennt. Það voru alltaf að koma fjölga ferðafólki sem heimsótti Snæfellsnes og þá voru skráð 64 skip í Grundarfjarðar sem ætlaði að koma í Grundarfjarðarhöfn og 24 í Stykkishólm og 4 skip sem ætlaði að koma að Arnarstapa. En það eru langt minnstu skipin sem geta komið að Arnarstapa og koma svo skektum upp í höfnina og í Stykkishólm eru mun minni skip sem geta komið heldur en í Grundarfirði, þar geta stærstu skipin komið að. Og því getur það verið þegar að svona stærstu skipadarnir eru þá eru gestir og skipum jafnvel fleiri heldur en íbúar á Snæfellsnesi. Þannig að þá getur oft orðið þröngt að þingi hjá okkur því að auk þess eru mjög margir ferðamenn sem koma landleiðina og þannig að það getur stundum orðið kraðak. Umferðaraukningin, hérna sjáum við kannski sem lýsir því hversu mikið ferðaþjónusta hefur aukist og hratt á Snæfellsnesi að þetta er umferðartalning á sunnanverðu Snæfellsnesi sem að nær þó yfir er nú bara svipað beggja vegna Fjallgarðs og meðal sumardagsumferð 2023 var þetta á bilinu 1100 til 2200 bílar. Misjafnt það kemur það eru 2200 bílar sem koma vestur Snæfellsnes og svo skiptist á þeir sitt hvoru megin við nesið. Og þetta er þó nokkuð mikil umferð í 4000 manna byggð og þar sem að vegakerfið er kannski ekki byggt upp fyrir mjög mikla umferð eða stóra bíla eins og stórar farþegarútur eða stórar flutningabíla sem þó fara þessa vegi vegna þess að þetta bara vegakerfið virkar þannig. Þannig að það er oft þung umferð. Og hvert fara svo skipafarþegarnir þegar þeir koma í land? Það eru náttúrulega mest skipakomur í hafnirnar í Grundarfirði og Stykkishólmi og það eru skipagestirnir þeir eru náttúrulega bæði bara á staðnum í þessum þorpum sem að heimsækja þau, en svo er líka margar rútur sem koma til að flytja farþegana Snæfellsnes og þá er náttúrulega vinsælast að fara í Snæfellsjökulsþjóðgarð og fara á svona þekktustu áningarstaðina eins og Kirkjufell og Helgafell og svo Búðir og Arnarstapa og svo alla áningarstaðina innan þjóðgarðs. Fólk vil fara í Djúpalón og sjá Lóndranga og svona allir vilja fara á vinsælustu staðina og þá verður nú stundum darrað dans þegar mörg skip eru kannski í höfn í einu og það eru góðviðrisdagar og margir ferðamenn á ferðinni. Þannig að þetta þarfnast skipulags og úthugsunar. Þannig að hvernig vilja Snæfellingar hafa móttöku á skemmtiferðaskipum og skipafarþegum og öðru ferðafólki á Snæfellsnesi og hver á að gera hvað í þeim málum? Samstarfsverkefni var hugsað til að taka púlsinn hjá heimafólki þannig að við ekki svona gætum fengið að vita hvað heimafólk var að hugsa í þessum málum og hverjir væru helstu áskoranir og vilji fólks í ferðamálum. Og af því að þetta gekk náttúrulega út á það að vita hvað samfélagið vill, þá var skipulagðar nokkrar opnar vinnustofur sem var bæði sendar hvatningarpóstar á alla hagaðala og svo var líka bara auglýst opið fyrir almenna nýbúa til þess að koma og taka þátt í þessu vinnustofum. Og við sem sagt vorum með 7 opna vinnustofur með heimafólki sem voru haldnar víðsvegar Snæfellsnes. Við vorum með samráðsfund með viðbragðsaðilum sem var ákall eftir að verkefni fór í gang og þessi umræða fór í gang í samfélaginu, þá fengum við beiðni að halda fund með viðbragðsaðilum. Við vorum, verkefnisstjóri fór í vettvangsferðir Snæfellsnes bæði á skipadögum og líka bara til að heimsækja fólk utan skipadaga í svona meira róliheitum og til þess að bara taka púlsinn og vita hvað fólk væri að hugsa og hvað þið fyndist. Og þetta voru bara svona mjög óformleg samtöl þar sem við vorum bara að heyra það sem fólk hafði bara sagt það sem þið fannst á þess að það þyrfti að skrá það eða kvitta niður. Síðan voru við í samtali við samtök hagaðala utan héraðs eins og ferðaskrifstofur og skipafélög. Við fórum í heimsóknir í skemmtiferðaskipin í Höfn, tóku þar viðtal bæði við stjórnendur og fólk úr áhöfn. Við vorum með netkönnun til allra þjónustu aðalsvæðum til þess að bara spyrja viljið þið taka á móti skipahópum af því að það var svolítið mýta það að enginn vildi taka á móti skipahópum. Og við vorum
funduðum svo líka bara reglulega samstarfsaðilar þessa verkefnis. Fyrsti fundurinn sem við héldum opinn fundur, þar vorum við með 2 opnar spurningar þar sem við spurðum annars vegar ef þú mættir ráða, hvernig myndur þú vilja taka á móti skipagestum og hins vegar spurðum við hvað hefur mestar áhyggjur af varðandi móttöku skemmtiferðaskipa og skipafarþega á Snæfellsnesi. Og þegar það spurt svona opinna spurninga og fólk fær að skrifa niður bara hvað sem þið finnst og þarf ekkert að kvitta undir með nafninu sínu eða neinu, þá koma oft mjög opin svör með og svona djúsi, það mikið á þeim að græða að lesa úr þeim. En það var líka svolítið þá erfitt að skrásetja þau og flokka niður, þannig að það var ákveð að flokka þau niður í svona þema, þar sem við tókum út úr svörunum, þar sem lítur að innviðum aðstöðu, þar sem lítur að þolmörkum og öryggi, þar sem lítur að ferðaskipulagi og leiðsögn og þar sem lítur að samfélag og samvinnu og þjónustu á gæðum á svæðinu og ábati og arðsemi. Og þetta var svona það sem var mest áberandi í svörunum, það sem lág fólki á hjarta. Og þegar við skoðum svo svörin út frá þessari flokkun, þá sjáum við að það áherslumunur hvort að fólk að svara spurningunni hvað vildur þú gera ef að þú fengir að ráða móttökuna eða hvað hefur áhyggjur af varðandi móttöku skemmtiferðaskipa og skipafarþega og annarra hópa. Þegar að vera að spyrja hver vilji fólks, þá það ferðaskipulag og leiðsögn sem liggur þyngst af fólki. Það fólk á Snæfellsnesi finnst að þar megi margt betur fara af því að það séu allt utanaðkomandi eða hafi verið mikið utanaðkomandi aðilar sem hafi verið að skipuleggja ferðirnar úr skipunum nesið. Fólk telur að það megi bæta þjónustu og gæði og samfélag og samvinna að þar sé tækifæri til þess að bæta ýmislegt. Síðan var náttúrulega verið að tala þolmörk og öryggismál og svo innvið aðstöðu, en arðsemin var ekkert mjög ofarlega, þannig að Snæfellingar eru greinilega uppteknari að því að vera góðir gestrisni heldur en að græða mikið á þessu. Þannig að það var spurt áhyggjur varðandi móttöku að þá kom greinilega fram þessi áhyggjur fólks varðandi öryggismál og þá þolmörk samfélagsins gagnvart því að vera komið með svona stóra hópa inn á svæðið. Og fólk hafði miklar áhyggjur að ef eitthvað myndi gerast, rútuslys eða stórslys eða eitthvað kviknaði í skemmtiferðaskipi í Höfn eða hvað myndi gerast, að það væri ekki, að samfélagi á Snæfellsnesi myndi ekki ráða við það að takast á við slík stór óhöpp og það væri ekki til nein aðgerðaráætlun allavega ekki sem fólk þekkti almennt varðandi viðbragð við stórslysum. Og þetta virðist liggja sem mara á viðbragðsáætlun á aðilum og þess vegna var einmitt sérfundur með þeim. Síðan var ferðaskipulag og leiðsögn liggur ennþá þungt á fólki. Fólk hafði áhyggjur af því að það væri ekki verið að gera þetta eins vel eins og fólk heimamenn vildu hafa. Og svo það þjónustugæðin og samvinnan og innviðirnir og arðsemin kom þarna aðeins meira inn vegna þess að þar í þeim svörum var fólk að tala að arðsemin af þessum skipa komi með að starfsemin í landi þar sem væri verið að fara með skipafarþega svæðið, hún færi öll út af svæðinu ekki til heimamanna. Það var svótgreining og svótgreiningin leiddi alveg þessar áherslur í ljós eins og komið fram í þessum fyrstu opnu spurningum. Síðan var sérfundur þar sem við tókum fyrir bara hagaðalana, hvað vill heimafólk að hver hagaðalahópur gerir, hvað á stjórnsýslan að gera, hvað eiga fyrirtækin að gera, hvað ætlumst við til að gestunum og hvaða væntingar höfum við til samfélagsins í gestamóttöku. Þetta voru mjög skýrar og skemmtilega niðurstöður sem kom út úr þessu en ég ætla ekki að rekja það hér, ég í tímaramma og þeir verður bara að lesa lokaskýrsluna til þess að fá það niðurstöðu. Síðan var þessi fundur með viðbragðsaðilum og hann hafði akkurat þessa niðurstöðu eins og ég var að segja rekja áðan sem kom fram í opnu spurningunum að þarna voru bara kölluð saman 18 aðilar frá 18 aðilum þar sem við vorum að ræða þetta fram og tilbaka og þetta kemur líka fram í lokaskýrslunni. Á síðustu fundunum sem voru haldnir þá allt nesið í svona minni hópar, ekki svona stóri safnhópar eins og voru hinir fyrri fundirnir,
heldur fórum við bara alveg í hvert ferðasvæði fyrir sig og héldum vinnufundi og þá var þetta búið að vera mjög í virku samtali í samfélaginu út af þessu verkefni, þannig að fólk var svona búin að kjarna sína skoðun og vissi svona hvað það var sem það vildi koma til skila. Og skilaboð heimafólks voru þá aðalega til ferðaskipuleggjenda og fararstjóra og það sem var verið að svona leggja línur það hvernig fólk vildi að væri ferðast Snæfellsnes og hvaða áherslur væru og það var sjálfbærni og ábyrg ferðahegðun sem lá mjög þungt á fólki og ég ætla ekki að rekja þetta fara alveg í þessa niðurstöður, heldur ætla ég bara að segja ykkur svo hvað við tókum þá út úr þessu verkefni. Það var að ferðaþjónusta, þar á meðal skipaferðaþjónusta mikilvæg fyrir samfélagið á Snæfellsnesi og virk þáttaka heimafólks í þessu verkefni hefur verið mjög dýrmætt til þess einmitt að við eigum eftir mjög góðan gagnagrunn og virk svör heimamanna það hvað þeir vilja. Og þar sem ferðaþjónustan þverfagleg, þá náttúrulega verðum við að eiga meira samtal og í ferðaþjónustunni felast bæði tækifæri og áskoranir sem við verðum að vera tilbúin til að takast á við og gera það saman. Niðurstaða þessa verkefnis sem sagt svo að Snæfellingar eru og hafa alltaf verið tilbúnir til að fá til sín gesti og þeim alveg sama hvaðan gestirnir koma eða með hvaða faratækjum. Eins og það kom skýrt fram þegar við vorum tilbúin til að taka á móti geimverunum árið. En heimafólk, það vill fá að vita þegar gestir bera garði, það vill fá tækifæri til að taka á móti gestum sem heimsækja Snæfellsnes, fá að leiðbeina fólki svæðið og segja til hvar best að fara og vera, hvað að sjá og upplifa, bjóða í betri stofuna og segja sögur á svæðinu og veita velgjörðir veitingar og vörur. Þeim fannst ekki þægilegt þegar það bara einhver kemur með gesti og ferðast svæðið okkar án þess að hafa svo mikið sem samband við heimafólk. Það það sem veldur óþoli í samfélaginu og strekkir á öllum þolmörkum. Og svo var það samstarfið og samvinnan sem allir töluðu og þyrfti að vera miklu betra á milli allra hagaðila og það skipti miklu máli. Og mér finnst alltaf þessi mynd lýsa svo vel hvað það skiptir miklu máli að vinna saman því að eins og bara þessi mynd lýsir og við vitum vel þá ekki auðvelt fyrir einn mann að bera einn kajak en það ekkert mál fyrir 2 menn að bera 2 kajaka. Þannig að þegar við tökum höndum saman og vinnum saman þá gengur allt betur og við bara getum gert stórkostlega hluti og tekist á við allar þessar áskoranir sem að okkur steðja. Bara takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir. Ég ætla að benda öðrum fyrirlesurum á að taka Maggi sér til fyrirmyndar því að hún hélt sér á tíma og verður sér gaf okkur meiri tíma þannig að þið hinn megið taka þetta til ykkur. Næstur og svo ég ætla líka að benda hérna á þessa mynd því að hún skarnar akkur það sem að fara að gerast næst því að næstur að hoppa þvert yfir landið. Þetta ótrúlega skipulegt að Rögnvaldi að ræða þessu þannig upp en Skúli Björn frá Skriðuklaustri kemur hérna næst. Þannig að gjörðu svo vel Skúli Björn. Vertu velkominn. Takk fyrir það, fundarstjóri. Sælatsumul, ég tek þetta sérstaklega til mín með tíman. Hvað klukkan? Ég ætla aðeins að hlaupa hérna yfir reynslun okkar fyrir austan og kalla þetta svona reynsla og reypitók því að þetta vill nú stundum verða þetta í skemmtiferða farþega málunum og ég verð mjög stuttur, bara að segja það strax upp. En við fórum svona, ég aðeins dró saman nokkra tölur í þessu, bara svona til að bæða að rifja upp fyrir sjálfum mér eftir öll þessi ár og sjá svona hvernig þróun hefur verið og ég tala svo líka þá svolítið út frá bara reynsluna hjá okkur á Skriðuklaustri að þessu sem svona stórum ferðamannastað og skemmtiferðaskip náttúrulega byrja að koma á Austurland töluvert fyrir heldur en 2017, þeir byrja að koma á Seyðisfjörð fyrir alveg 20 árum og þá var kannski ekkert margt annað í boði heldur en að keyra bara Fljótsdalshringinn eins og heitir og þá vorum við svona yfirleitt alltaf þannig að við höfum fengið kannski 80% af þeim farþegum sem
komu í Höfn og Seyðisfirði, að þeir komu líka við á Skriðuklaustri. Svo svona fer þetta náttúrulega vaxandi eins og þið sjáu þarna með árunum og það eru Seyðisfjörður fyrst og fremst og síðan Djúpivogur að sækja sig dálítið núna á þessum síðustu árum og þið sjáu síðan neðst töluna yfir farþegana til okkar á Skriðuklaustri að það er svona, þetta er að fara eiginlega í sitt í hvora áttina sko, það fjölgar en það eiginlega næstum fækkar hjá okkur, allavega hlutfallslega. Það er svona meðal annars vegna þess að það er í boði fleiri ferðir sem er akkurat það mikilvæga og það sem við höfum kannski verið að reyna að leggja áherslu á fyrir austan, að það séu fleiri ferðir og fleiri staðir sem er verið að bjóða mönnum upp á að fara á. Þannig að það var ekki, Fljótsdalshringurinn er ekki bara lengur það sem er í boði, heldur er fullt af öðrum ferðum eins og síðan hins vegar á Djúpavogi að þá er verið að keyra alveg suður í Jökulsárlón og síðan inn í Berufjörð, en hjá okkur að þá er þetta svona upp í héraðið og til dæmis vinsælasti ferðamannastaðurinn á Austurlandi núna, það er of langt í hann fyrir skemmtiferðaskipafarþegana sem koma inn á Seyðisfjörð, það er að segja Stuðlagil. Það er of tæft að fara þangað og sömuleiðis finnst manni kannski bara tæft að fara með svona risastóra hópa og margar rútur þangað. En á síðasta árið þá urðu svolítið breytingar, ég sjá að það verður svona svolítið rap þarna, bæði hjá Minjasafninu á Egilsstöðum sem var komið svona aðeins inn í takt með að taka á móti skemmtiferðaskipafarþegum og síðan hjá okkur á Skriðuklaustri 2023, en svo kemur þarna pínulítið hrap á síðasta ári. Og það svona skýrist eiginlega bara vegna þess að það urðu svolítið breytingar. Við erum ekki búin að fara fyrir austan í miður, að mínu mati, erum ekki búin að fara í svona þarfa eða svona góða greiningu eins og þeir eru búin að gera núna á Snæfellsnesinu og vantar svolítið upp á það. En það var verið að breyta þannig að Seyðfirðingarnir tóku þetta dálítið svona í sínar hendur þar sem að þeir eru að sýsla með skipið sem koma á Seyðisfirði og síðan á Djúpavogi að þá voru svona heimamenn þar sem að líka tóku og lögðu svona línurnar hvernig þetta er og það er búin að vera svona að reyna að leggja meiri áherslu á það að hafa eitthvað ofan fyrir fólkinu innan fjarðarins getum við sagt og nærsvæðinu frekar heldur en að drífa menn bara eftir rútu og keyra langt í burtu og vera að keyra í langa tíma og svo stoppa stutt og svo keyra tilbaka. Þannig að það er mjög góð þróun að mínum mati líka, en auðvitað viljum við samt sem áður fá einhverja til okkar. Á Skriðuklaustri að þá geta þetta orðið svolítið annarsamir dagar þegar að skemmtiferðaskipin koma og það svona snýst dálítið það að stundum eru bara fjandi stór skip og í mínum mati að þá eru þessi stærstu skip sem eru að koma að ég hef alltaf krítiserað það svolítið að þau eru of stór fyrir innviðina fyrir austan. Að allt í lagi það er kannski að það fara með þau inn á Akureyri og svona en að koma með inn á Seyðisfjörð og vera að transporta þeim út allt, það reynir á bara, það þarf jafnvel hefur þurft að fá rútur úr öðrum landsfjórðungum og leiðsögumennirnir, þú þarft að fljúga þeim að og þetta bara sprengir innviðina. Og það gerir það líka á stöðunum og hjá okkur að þá höfum við kannski á stærstu dögum, þá höfum við verið að fá kannski svona 14-15 rútur í hlað á Skriðuklaustri. Ég veit að Torfa finnst það ekki neitt, það er bara rétt svona fyrir 10 kaffi hjá honum. En hjá okkur að þá verður það svolítið mikið. Við erum samt sem áður með ágætis aðstöðu til þess að taka móti stórum hópum á Skriðuklaustri og Skriðuklaustur, vegna Snæfellsstofa er þarna rétt hjá. Þannig að rúnturinn hjá skemmtiferðaskipahópur sem kom á Klaustur, að þeir bara stíga út við Snæfellsstofu og þá er búið að segja þeim og svo getur þeir gengið yfir í Skriðuklaustur og skoða sýningar Gunnar og Klaustrið eða gengið niður á Minjasvæði sem er rétt fyrir neðan. Þannig að þessar 45 mínútur sem er svona kannski meðal tíminn sem þeir stoppa þarna á staðnum, að það er hægt að skoða ýmislegt á þeim tíma. En þegar er kannski bara fullt bílaplan af Íslendingum og eins og við sjáum hérna og jafnvel búið að leggja upp með allri heimreiðinni af Íslendingum sem eru í júlí í góðaverinu allir fyrir austan og að njóta þess að vera á Skriðuklaustri, að þá er dálítið mikið að fá margar rútur af skemmtiferðaskipa farþegum ofan og allt hitt. Og það er svona það sem við höfum verið kannski að reyna að tala fyrir austan, að ná svolítið betri tökum á þessu og stýra þessu.
Þannig að reiptogið sem nú þetta svolítið, hvað verður bæði sleppt og haldið, það í söguferðarþjónustunni að þá erum við auðvitað að tala svolítið svona highlights, við viljum hafa tíma til þess að sinna gestinum okkar og sömuleiðis en það svona akkurat þvert á það sem að skipafarþegarnir eru yfirleitt, þeir hafa stuttan tíma og okkar reynsla að þeir versla frekar lítið í minningarverslunum þarna á Skriðuklaustri, bæði Snæfellsstofu og hjá okkur. En auðvitað viljum við samt sem áður fá svona okkar sneið af þessum tekjum sem að þeir skapa og það virkilega, það bara mjög mikilvægt og þið getið bara rétt ímyndað ykkur hvað mikið fall fyrir til dæmis minjasafn á Egilsstöðum sem hafa komið þarna upp í 1523 og svo einlega þetta bara niður í 0 aftur á síðasta ári bara vegna ákveðna svona breytinga, skipulagsbreytinga í þessu öllu. Og þannig að þetta alltaf álag á innviðina og álag á stöðunum og þess vegna þarf meiri stjórnun á þetta og svolítið stefnumótun eins og til fyrirmynda hvernig er búið að fara í á Snæfellsnesinu og meira samráð, við höfum kvartað svolítið yfir því að hafa verið lítið samráð fyrir austan, þetta hafa verið hafnirnar sem hafa verið að keyra þetta dálítið áfram og það hefur ekkert verið allt of mikið samráð, það hefur þróast til betri vegar en ég myndi vilja sjá enn frekari stefnumótun í því. Skipulagið þarf einhvern veginn að vera á forsendum okkar heimamannana meira heldur en bara skipana og þá ég ekki síst að tala það að það verður að vera hægt að kontrollera aðeins að stýra þessum skipum og þessum stóru hópum, massatúrismannum inn á þá tíma dagsins til dæmis sem að ekki fullt af öðrum gestum fyrir. Þannig að við viljum helst fá það fyrir hádegi hjá okkur, það ekkert mál, við getum tekið alveg nokkrum rútum fyrir hádegi. Og svo þetta með einmitt stærð skipana, að eftir því sem að koma náttúrulega fleiri farþegar með skipunum að þá erfiðara að manna allt og þú þarft að gera ráð fyrir því að það maður bætir auðvitað við starfsmönnum en maður að vona mörgur rútum og sömulegis bara erfitt að manna og finna nógu margar rútur. Það Seyðfirðingarnir til dæmis bara tóku þá ákvörðuna hérna, ok, við ætlum bara að hafa ákveðið magn af ákveðum fjölda af rútum og þó að það sé eitthvað meira og það seljast upp í einhverja ferðir og þá erum við ekkert að bæta við. Og sem getur verið ágætt, þá hérna vitum við, ok, það eru bara von á 1 eða 2 rútum úr þessu skipi þennan dag. Svo auðvitað sanngjarnar greiðslur, það það sem það sem við öll tölum náttúrulega fyrir, en ég held að þetta sé algjörlega borðleggjandi að þetta byggist allt á samtalinu og við þurfum auðvitað í söguferðarþjónustunni, við vitum að þetta eru farþegar sem eru okkur mikilvægir að því leitum til að þeir skaffa okkur ákveðnar tekjur og mörg smærri söfn og setur og þau eru bara, það getur verið erfitt að lifa á lausatrafikkinni og þá gott að hafa þessa föstu tekjupósta en það verður að vera svona gert í samráði og góðu skipulagi og sömuleiðis bara svona í heildinni. En ég ætlaði ekki að hafa þetta lengra. Það stefnir allt í bara að við fáum að heyra eitthvað þessi handrit. Það heldur svona áfram. Þetta alveg stórkostlegt. En við mögum alveg að halda þessu áfram. Ég þakka kærlega fyrir Skúli. Ég meiri ágjörð af hvernig þú býr til sveppasúpu fyrir 145.000 farþega. Þá ég hugsa Elísabetu. Og eitt besta hlaðborð sem ég komist í hérna á Skriðuklaustri. Ef við skulum bara halda þessu áfram, þá getum við safnað frekar upp fleiri spurningar hérna á eftir. Við skulum ekki dvelja of mikið við mig. Og Jóna Símona Jarnadóttir, ert þú velkomin hér upp. Þetta náttúrulega aftur og ætlaði að velta þessu fyrirkomulega fyrirmyndakvaltur, hvernig þú hefur náð að hoppa frá Vesturlandi til austur og sé aftur á Vestfirði og þetta einstakt skipulag. Ég sé það. Nei, það ekki málstafnum. Ertu velkomin, Jóna. Já, sko, aðeins safnið. Við erum búin að vera í þessum bransa svolítið lengi með skemmtiferðaskipin. Byggðasafn Vestfjarða í þessu gamla húsi sem turnhúsið í næsta kaupstað, byggt 1784-5. Þetta eru 3 hæðir, engin lyfta, brattir stigar og allskis
svona fjör í þessu. En neðsti kaupstaður svona stórt svæði og við njótum þess að við hliðina á okkur Tjöruhúsið sem sennilega einn af vinsælustu matsölustaðum landsins. Fólk kemur gagngert þarna til þess að borða þar og við erum með upplýsingamiðstöð ferðamála líka á sama svæði. Núna erum við að fá göngustíginn beint frá höfninni þess að skemmtiferðaskipin leggja stað beint inn á svæðið til okkar. Þannig að straumur lausatrafikinn hún kemur öll til með að byrja hjá okkur og fara þaðan upp í bæ. Bara svona þær myndir af sýningunni því húsið sjálft náttúrulega partur af sýningunni, við kannski svona sýna sjóminjar en erum aðeins að breyta og við erum að breyta núna grunnsýningum meðal annars af því að við erum að verða ákveðin miðpunktur á Ísafirði í móttöku skemmtiferðaskipa. Og vinsælusti starfsmaðurinn okkar þarna. Ég ætla bara að segja ykkur sko, þegar á söfnunum ef þeir ekki búin að koma okkur upp ketti, þá skulum við gera það. Því að það kemur fólk, við höfum fengið fólk inn til okkar á skemmtiferðaskipum sem hafði séð á Facebook og það verið svakalega sætur köttur á þessum og borga sig og býst við að hitta safnaköttin. Þetta aðeins sko tölur þróun. Það voru 234.739 farþegar í fyrra. Það væntanlega upp í 239.000. Það engar afbókanir komnar hjá okkur. Þannig að það verður, sko, þetta nokkurn veginn sami fjöldi skipa en þau eru orðin stærri. Það eru stærri skip að koma. Og Ísafirði var farið í þá vinnu að reyna að raða. Ég held að næsta sumar sé að raða almennilega niður. Fengum það 1 eða 2 daga þannig í fyrra. Og við erum að reyna að hafa þetta ekki meira en 6.000 manns í bæinn á dag. Það svona markmiðið. En það ævintýralegt að vera á Ísafirði og það allt bryggjupláss geta verið sko 3 skip, Sundabakka, 1 inn á Polli og svo 1 út á Prestabugt. Þannig að það geta verið mjög ævintýralegir dagar. En fyrra var mikil sprenging og þetta var svolítið reyndi á eins og allir muna leiðilegt sumar. Mikil rigning, þetta var svolítið svona erfitt, skip gátu ekki lasta bryggju og svo framvegis. Þannig að þetta var svona ganga á ýmsu. En við erum sem bara búið okkur undir það að þetta sumar verði saman. Bara að mér langar að sýna ykkur helstu tölur, af því að fyrir söfnin, bara eins og safni hjá mér sem þarf sárlega á sértekjum að halda. Hvað þetta þýðir fyrir safn eins og mig að standa í þessu og allt því sem þessu fylgir. Að aðgangseyrin á síðust ári voru 22 milljónir rúmar. Ég man og eins með gesti. Þetta var safn sem var opið bara eiginlega júní, júlí, ágúst áður. Og það var bara mjög lítið í sjálfu sér þannig séð að gera, bara eins og var á þeim tíma. Talandi að versla, og þetta eitt sem við heyrum oft og oft talaðum og líka svona umræða á Ísafirði, það mýta í gangi að skipafarþegar versli ekki. Ég heyrti þetta bara fullyrt á Ísafirði. Já, þetta fólk tímir ekki að kaupa neitt. Við vitum, að því að Gunnar starfsmaðurinn minn hérna með mér, við vitum hvaða skip, við vitum þegar ætaskip í höfn, það bara öðruvísi og þá þarf að hafa öðruvísi fyrirkomulag heldur en önnur skip, sérstaklega það eru Ameríkanar. Það bara Ameríkaninn vill sérstaklega ef þú ert að leggja áherslu á vörur úr héraði. Heimagert, þeir vilja allt svona. Þeir fara á Tjöruhúsið, þeir sem að vilja versla og spyrja ekki verð. Þannig að við í okkar safnbúð sem að gaf okkur tekjur upp á rúmar 3 milljónir erum að leggja áherslu á að hafa vörur úr héraði. Við erum til dæmis að selja silfursmíður í Ísafirði sem seljum hjá okkur svo frans. Og við getum ekki kvartað undan því að sagt að þetta fólk sé ekki að kaupa. Og það staðreynd að á Ísafirði værum við ekki með þessa matsölustaði fyrir okkur, kaffihús og verslanir hreinlega í veturinn ef ekki væri fyrir það að þetta fólk að koma og versla. Og það svo sem gildir líka aðra ferðamenn, en þetta mýta að skemmtiferðaskipin farþegar tími ekki eða kaupa sér ekki kaffi. Það ekki reynslan á Ísafirði. Nettó sko ekki fara í nettó og Ísafirði að versla seinni part skipadag.
Það bara rússneskt ástand. Það bara ekki það. Það bara þannig. En þeir fara í matvörubúðina og versla. Fjöldi gesta á síðasta ári voru þetta hérna tæplega 16.000, aðeins minna heldur en hafði verið árið áður. Og af því að koma til okkar 8.000 manns í skipulögðum ferðum. Það eru sem það sem er selt í skipunum. Ferðirnar sem vesturferðir sem verið mikilli samvinnu við selur borð í skipunum. Og það eru alls konar, þessar ferðir eru alls konar. Það vígur, það hesteri, það dynjandi sem vinsalast hérna núna eða var síðast ári. Þannig það bara hluti af þessum skipulega ferðum sem að koma til okkar. En hvað erum við að bjóða? Sko, við erum að taka á móti rútum og gönguhópum og það boðið hákarl, brennivín, harðfiskur, aðgangur að náttúrulega safninu, búðinni hjá okkur og salerni á svæðinu og við erum svo líka með matarhópa sem að fá hákarl, brennivín, harðfisk og súpu og svo aðgang að safni, safnabúð og salerni og þau sem þau fá þá hérna gangur öskjunni því að við erum stundum að fá 2 rútur það reyndi að hafa þannig að sé bara alltaf ein í einu en þið þekkið þetta sem að taka móti skemmtiferðaskipum að svo fokkast allt upp og við erum alltaf að koma með 3 rútur á sama tíma og kannski gönguhóp eða sem við kannski þá líka í súpu og þá bara redda maður þessum, maður getur fært hluti út fyrir, við erum líka með frábæra gæta, við erum mjög góðu samstarfi Vesturfjarðar og gætana þar. Þeir þá vita, við spjalla þá lengur við fólkið úti á svæðinu og þannig að þetta gengur í raun alltaf bara, hefur gengið ótrúlega vel upp hjá okkur. En svo lausatrafík, það sem ofan á þetta síðan lausatrafíkin sem kemur til okkar. Það svona misjafnt bara milli daga og milli skipa hversu mikil hún er. En ég myndi segja bara almennt gangi okkur nokkuð vel að þessu litla húsi og gamla húsi að sinna þessu og fólkið og við höfum fengið þær umsagnir að fólki sem hefur komið til okkur hefur verið mjög ánægt að koma. Finnst upplifun. Það sem við erum að gera núna er til dæmis að breyta sýningunni, grunnsýningunni og það sem við erum að reyna að gera er að við erum að reyna að auka einmitt gólfplásið til þess að þessi auðveldar hjá fólki að labba safnið. Og það skiptir máli. Við erum að berjast við þetta að það komast alls ekki allir upp á allar hæðirnar að skoða. Og þá höfum við einfaldlega tekið þann pól í hæðina að þeir sem ekki komast upp á aðra hæð, þeir bara þurfa ekki borginu. Það skiptir máli. Það fólk það ánægt. Kemst inn á hjólastólunum, getur verið niðri og tekið þátt en þarf það ekki að borga. Og það líka annað sem gerir eins og með að leggja þessa vinnu á sig, þetta er gríðarleg vinna. Og liðið var algjörlega, ég má þakka fyrir ekki mikið kæru fyrir þrælahald í þessu, en það skiptir bara miklu máli líka af því að ég er að hafa þessar sértekjur, þá get ég líka að trýta heimafólkið með það að ég er með opið jólsýningu, það er frítt inn á hana. Bara það er trýtið fyrir heimafólkið á móti því að safnið á sumrin er svolítið undirlagt að ferðamönnum. Þannig að það er kemur á móti. En það sem við glímum við því það var verið að tala líka áðan, það er þetta með innviðina og það er líka það sem við glímum við fyrir vestan, sko við erum með innviði sem þetta er að byggjast upp, við erum að endurhanna hafnarsvæðið, það er uppbygging í gangi, hún er að koma svolítið seint. Og ef einhver hér er úr sveitastjórnum, það er bara að segja, eitt af því sem er mjög mikilvægt er að sveitastjórnunar hugi að uppbyggingu innviða að öllu leyti. Á Ísafirði er það salernismálið stóra. Ég ætla ekki bara að segja ykkur hvað það búið að vera mikil umræð salernismál á Ísafirði. Og það er núna fyrst að koma, menn er að koma með gáma salerni í bæ. Það er komið eitt í miðbæinn og það er að koma í efri bæinn og menn eru svona smátt og smátt að átta sig á að þetta skiptir máli.
til að minnka einmitt álag á aðra staði. Fólk var að koma inn í bakaríið, inn á alla veitingastað til að borða salat. Skiptir allt máli og sveitarfélögin, þau þurfa einfaldlega að hugsa út í þetta í sínum fjárhagsáætlunum, að uppbygging innviða út frá þessu. Ef við ætlum að gera þetta og gera þetta vel og taka á móti og fá af þessu tekjur, sem þetta fólk sannarlega skilur eftir tekjur, þá verðum við bara að gera það. Og þýðir ekkert að vera eitthvað með eitthvað rugl með það, sko. Þetta er bara eitthvað sem þarf að gera. Og ég er mjög fegin að það er loksins að hefjast á Íslandi. En bara takk, ég ætlaði ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir þetta. Við einhendum okkur bara áfram. Ég ætlaði að aðeins, mér er ekkert voðalega illa við handrit eins og búið að koma fram hérna nokkur sinnum, en ég ætla að fá að bíða þess með handritin því að þau ekki nema að þau tengi skipunum, nei, þau tengi skipum ekki, nei, þau komu skipunum, já, það snúðustu skip, en ég ætla kannski að fara fyrst bara í spurningar, svo bara fáum við kynningu frá Ingibjörgu í handritunum og svo förum við sumir fyrir kaffi líf, aðrir fara að skoða handritasýningun en ég gerir ráð fyrir að allir séu búin að fara hérna allavega svona 4 sinnum, það er fínt á þeim 5. skipti, við bara kíkjum kolli. Einar, þið hérna, já, það er spurning hvort að fólk bara byrja ekki fram spurningu úr sæti sínu, kynni sig og til hvernig verða að spyrja og við ekki bara að byrja. Það er þögn í salnum. Já, ég er að koma 2 í einu. Ég ætla að byrja bara hérna og hvers? Ég heiti Sigrún, ég er leysjómaður. Já. Ég var alltaf fyrir mér með Snæfellsnesin. Hvort að það standi til einhverjar vegabætur. Vegurinn þar er eiginlega ekki svo mikið á landinni og Já, ég kannski tek næstu bara beint líka eftir. Mér langar að vita hvað, Helga Martin þetta ég á Landnámssetrinu. Mér langar að vita hvað skipin eru að stoppa lengi í það. Er það jafn margir dagar hjá öllum skipum eða er þetta svona meðalfjörði? Þetta þá á Þetta getur verið í Ísafjörði, Snæfellsnes og Austurland? Já. Ég get svarað því. Já, þú getur svarað því, sann. Það eru flott. Maggi, vilt þú svara fyrir vegakerfið á Snæfellsnesi? Þegar stórtispur. Það er mikið að heimamenn eru mikið að reyna að berja á og að bæta vegakerfið, en við höfum orðið svona undir í baráttunni að það var undanfarin ár, þannig að vegakerfið er mjög snöggt á Snæfellsnesi og við reynum ekkert að draga dul á það. Það eru aðeins núna voru orðnar svona vomur á lofti hvort það yrði lagað frá Borgarnesi og Vestur Mýrar. Það væri svona komaði svo stjórnir og svo það fór einn úr Borgarfirði fyrir nótt en nei, þetta er mjög mikill barningur. Það er ekki neitt alveg í náinni framtíð sem við sjáum í hendi. Því miður. Vilt þú taka? Ég ætla að svara hvort ekki. Já, hvort ekki. Sko, skipin er að leggja mörgur 2 milljarða til 2,5 í innviðagjald sem við höfum sagt í Cruise Iceland að eiga að renna í innvið. Þannig að ég myndi segja að, hvað heitir innviðaráðherra? Hann er taka hluta af þessu og hann er taka hluta af þessu peningum í veginn. Þannig að við svona ég er formaður Cruise Iceland. Svo sem heitir? Sigurður. Já, ok. Þessi 2 milljarðar, er það miðað við það nýju innviðafjörðin eða það? Já, það er þessi 2500 á haus og þeir borga fyrir hverja nótt. Þannig að svo ég komið inn á spurningunum sem ég ætlaði mér og álagsvara. Það eru lengi. Skipin það er mismunandi en það er ekki óalgengt að þessu 2 daga í höfuðborginni, höfuðborgarsvæðinu. En algengast er að þau eru 1 dag á Ísafirði og Akureyri. Það gætir þetta verið einhver Akureyri í 2 daga en svona að öllu jöfnu er það að sigla á nóttinni á millistaða. Þannig að það er svona
Yfirleitt er það að koma í land svona 8 mótnana og fara út klukkan 6. Þetta er svona það aðeins kannski hnikar til að þau skarist ef það eru mörg skip í höfn á sama dag. Þá er svona reynt að láta það skarast aðeins þannig að það sé ekki verið afgreiðað upp á bryggju á sama tíma. Þá er kannski eitt skip að koma klukkan 8 og annar kemur klukkan 9 og þannig að en þetta er svona 8 tíma stopp. Það er svona venjulega fyrir utan viður og svo framvegis eins og fyrir Ísveld að við koma aðra hvora leiðina sko. Og það getur truflast eins og segir þetta sem var náttúrulega bara mjög leiðilegt upp á veðri og þá getur það truflast eitthvað sko. En ef allt er fínt þá er það að koma svona frekar snemma eins og hægt er og svo fara þeir svona kvöldmatt 5, 6, 7 En þetta verður allt stórkostlegt næsta sumar því það verður frábært við næsta sumar. Það er það finnst ég. Já, einhverjir? Yes, já. Já, það heitir Anne Óstóttir sem var frá Háskólanum. Til Skúla Björns, hann sagði sko eins af öllum skipafærið hans að þau eru forstöðum heimamanna. Þú segir þetta alveg sem við talum um það. Ég er hjá þér. Ég var svona spá sko, hvernig vilja heimamenn, hvernig vilja þeir auka samstarfi á milli skemmtiferðaskipana og samfélagsins? Er það eitthvað sem það hefur verið að spá í eða hvernig á að fara því? Ég ætla að bera upp eina hérna á kollendaliðu meðan þú kemur þá ætla ég að bera eina sem barst í gegnum internetið og hérna frá honum Inga Byrni sem er á Ísafirði. Já, þetta er á Hrafnseyri. Það er þessi staður á Ísafirði núna, eða það er svona, það er á Vestfjörðum, það er á Íslandi. Ég bý í Reykjavík, ég veit ekki hvað er neitt fyrir Vestfjörðum. Það er hérna. Hann segir, það kom fram að Margréti Björk að það sem valdi óþoli hjá heimamönnum eða þeirra stóru hópa fara svæðið og þjónustuaðilar vita ekki af því. Þetta kannast ég ágætlega við á Hrafnseyri þegar skyndilega birtast 2 rútur á hlaðinu, kannski ofan í bóka og hópa. Hvaða lausn sjá fyrir lesarar á svona vandamálum? Sérstaklega ljósið þess að þjónusta við skipagestina er allt frá skipulögðu ferðaskrifstofa yfir í aðila sem virðast algjörlega á eigin vegum. Skúli, svo tekur þú bara svarið kannski við þessu öllu saman. Og svo fyrir við að hleypa Ingibjörgu að. Þetta náttúrulega snertir á því saman. Það er að segja, þetta samtal sem þarf að eiga sér stað og það sem mér hefur löngum þótt brenna í þessu sko, það er að það hefur ekki verið nógu mikið samtal allan fyrir austan og mér heyrist jafnvel víðar að við, það er að segja, hafnirnar og það er verið að keyra ákveðið prógram til þess að keyra skip og fá skip inn en samtalið við okkur sem erum síðan að taka á móti hópunum sem er ákveðin endastæður að það hefur verið miklu minna og það er ekki núna bara fyrir núna allra síðustu ára til dæmis fyrir austan sem að mér finnst við vera að ná einhverjum árangri í því að við getum sagt ok, það er bara fínt, við skulum fá rútur en það er ágætt að hafa þær ákveðin fjölda og að þær séu helst að koma fyrir hádegi þannig að það sé ekki truflaðra gesti af því það sem ég glemdi til dæmis að segja áðan eða gaf mér ekki tíma til það er til dæmis að Elisabeth, því hún er nú hérna þá get ég ekki komist hjá þau að segja þetta að hún náttúrulega rekur Klausturkaffi hjá okkur og hún í rauninni það er minni tekjur hjá henni þá daga sem allt er fullt af skemmtiferðaskipum heldur þegar við erum með lausatrakkingina vegna þess að það er bara það er ekki hægt að taka á móti þessum öllum skemmtiferðaskipa farþegum og veita þeim veitingar eins og við verðum að gera í góðu samstarfi við Tjöruhúsið á Ísafirði að við getum ekki leyst það bara vegna þess að húsrými leyfir það ekki og síðan eru þessi ruðningsáhrif og þeir eru komnar nokkrar rútur í hlað að þá keyrir fjölskyldan eða amerísku hjónin sem er á hringferði landið að þau sjá að það er allt fullt þarna en það er kannski allt fullt á planu hjá okkur allt í kringum húsið en það er kannski enginn á veitingastöðum. En þannig að það sem ég er bara alltaf að tala fyrir að það er til fyrirmynda hvernig það hefur gert núna á Snæfellsnesi með þessu stefnumótun að taka svona virka fundi sem að ná til allra aðeilana. Af því að við höfum, og ég held að ég get alveg sagt það fyrir fleiri svona safna og setra að það er ekkert, við erum ekkert oft með og söfnin eru oft sett til hliðar þegar það kemur að skipulagi á hópferðum og slíku og við eigum bara að vera til staðar eins og á Hrafnseyri. Má ég aðeins svara þessu? Já. Mér langar aðeins til þess að fá að svara þessu líka því að þetta er greinilega sama áskorun á öllum svæðum og
það kannski það bara að ferðaþjónustan hefur vaxið svo hratt og við sitjum svolítið upp með það að við höfum kannski ekki náð að hlaupa í hamstrahjólinu til þess að skipuleggja ykkur alveg upp og nýtt upp og erum kannski að nota gömul skipulög alltaf aftur. Þannig að þeir sem eru í ferðaskipulagi til dæmis þá hér fyrir sunnan eða með stóru fyrirtækin, að þeir hafa kannski ekki að náða að fylgjast með uppbyggingu innviða inn á svæðunum, heldur eru bara alltaf að grípa skipulagið og hillu sem er búið að nota undanfarin ár, þannig að það alltaf verið að senda hópa inn á bara sömu fáu staðina, þó svo það sé búið að fjölga kannski góðum áningarstöðum sem eru því að við orðin betur til þess fallinir að taka við hópum og þar alveg myndast þessi miklu tappar eða mikla álag á gömlu vinsælustu stöðunum okkar og þekktustu stöðunum, meðan aðri staði sem er búið að byggja upp innviði á til þess að reyna að dreifa álaginu af hinn stöðunum sitja bara eftir og það er ekkert krafak þar. Þannig að ég held að við þurfum að auka samtalið á milli þeirra sem er að skipuleggja ferðirnar og heimamanna og passa upp á að vera að nýta alla þá innviði og alla þjónustu sem er, því að það líka alltaf að bætast við þjónustunni á okkur. Og til þess að nú leikurinn gerður að það verði einhver aðsemi á ferðarþjónustunni, þó svo við höfum gaman að taka á móti gestum og allt það, þá er það ekki bara gert til þess að því við höfum svo gaman að því. Heldur viljum við líka efla atvinnunin og svæðunum og þess vegna viljum við að þessi þjónusta aukist. Alvöru talað tárast yfir sýningunni, svo áhrifamikil er hún á köflum og ég bara hlakka til að vita hvað ykkur finnst síðar. Í fyrra þá sagði ykkur að hverjir voru það sem að unnu að sýningunni, við komum, allir starfsmenn komur á það fyrsta hugmyndavinnu, svo minnkaði hópurinn smá saman og úr var sýninga nefnd, heldur sé 5 manns sem voru í því. Sýningin var síðan unnin, hönnunin var unnin af Studio MB, skoskum hönnunin sem gerði alveg frábæra vinnu. Það sem að við stöndum núna frammi fyrir er markaðssetning, hvernig við að fara þessu, viljum við fá öll þessi skip sem þið eru að tala um. Veit það ekki alveg með við síðustu tölur, ég meina það myndi fyllast það er vandamálin hérna í háskólanum. En við erum komið með safnkennara og skólahópar eru alveg búin að hrúast inn beiðnir og við erum bara virkilega, eins og ég segi, spennt. Ég vona að næsta ár geti ég verið með einhverjar tölur, heimsóknartölur, en þetta lítur mjög vel út. Kaffihúsi opnaði hérna í gær og þannig að það er allt að gerast. Ég ætlaði bara að sýna ykkur hérna, bara örst upp heimasíðuna, Heimur í orðum, þar sem að hægt er að fara hérna inn á handritin og sjá hvaða handrit eru á sýningunni í hvert skipti. Og þið getur þá lesið þau hérna, til dæmis hérna þessi ágæta bók sem er
Þetta er kennslubók fyrir presta þið sjáu hann í hendinni. Það er ýmislega skemmtilegt sem þið sjáuð. Það sem er líka hægt að gera er að fara hérna inn og læra meira og þetta er það sem við viljum sjá svolítið. Sýningunni er skipt eins og ég nefndi í fyrra, þið náttúrulega munið það sem ég sagði í fyrra, að hún er í 7 hlutum en í rauninni er engin þráður í gegnum sýningunni. Þið getið farið bara frá einum til annars annars að vera að pæla í hvað kemur undan eða eftir. Nema það að hér er upphafið, Árni og handritin, svo er farið svona hérna upphaf heimsins, yst sem innst, út og suður, ferðalögur sem kannski gefur ekki með kannski koma skip þar við sögum, maður veit það ekki. Þér og vér og svo endalók heimsins. Svo hérna fyrir því maður kemur út úr íslenskuna. Íslenskt mál og það sem þessi handrit hafa haft áhrif á rithöfunda bæði hérna myndlistarmenn og fleiri. Ég ætla ekki að sýningunni tala sínu máli og ég segi bara Jú, eftir mig bara. Það er hérna léti klukkan 11:10. 11:10.
Þetta er greinlega, ég heyri á fólki að fólk er að ræða núna sérstaklega 4. blaðsíðu í Möðruvallabók. Hún er mjög spennandi. Hvort að Ingibjörg, nei hún er það ennþá, já ok. Þegar ég var að koma á sýninguna og skoða hérna, þá fletti ég öllum handritunum. Þannig að það er okkur að gera það. Við höldum núna bara áfram og við erum akkurat á tíma. Bara þannig að þetta er alltaf skemmtilegast fundarstjóri að gera, alltaf að tala um tíma, gerum ekkert annað. En Sigurður Jökull, þú ert bara velkominn á Pall. Takk. Og ég segi ekki neitt meir. Nei, ég er nú þegar búinn að tróða mig fram. Það sem ég byrja á því, ég er Sigurður Jökull Ólafsson, formaður Cruise Iceland. Kynntum ekki á það. En finnst ykkur þetta ekki falleg? Skemmt að vera skip sem siglir inn fjörðinn. Og svo erum þetta söfn og sögustæðir hérna. Því ég var að undirbúa... Já. Sko, ég er sérfræðingur á sunnan. Augljóslega ekki skipstjóri. Nei, ég fæ ofta að heyra það sko. Því ég er ekki formaður Cruise Iceland, þá er ég markaðsstjóri Faxaflóahafna og ég opinbera æði oft fáviskuvinna ýmsa hluti. Ég var að velta fyrir mér núna í byrju vikunar, svona kringum þetta allt saman og hvað ég ætlaði að tala og svo framvegis. Og ég sitt hérna við kvöldmataborðið með konunni og ég segi við hana stoltur hérna, var búin að vera í hádegisfréttunum, að spyr hana, já, heyrður þú ekki í hádegisfréttunum, var ekki góður? Jú, nei, ég nefndi nú ekki að það sé ekki góð, þau eru bara að tala það sama á venjulega. En heyrðu þú, hún vinnur hjá Gestlunni sko, en heyrðu þú viðtalega Georg? Hann var nú að tala vandamáli á ferðamönnum og þyrluna og svo framvegis. Nei, ég veit að þetta var náttúrulega ekki verkefni sem ég var að tala og eitthvað svona og svona niðurdreifir hún í kjötbólunum bara. Og þá segir hún, nei, ég er nú bara að stríða þér sko, glemdu því ekki. Það eru rosalega marga hringinn í kringum landið. Það eru mjög margir sem lifa af þessu og ég veit vel að þú og þið vinnið út frá mottóinu að gera þetta vel, að reyna að ná hætti og ég heyri það hérna og það er svo mikið, maður hefur heyrt það lengi, að það er það sem er kallað eftir. Þannig að það er svona svolítið tekið í þessu. Ef við förum aðeins yfir, af því ég er nú sérfræðingur á sunnan, þá ætla ég nú að vera með einhverjar tölur og eitthvað svoleiðis. Þessar kúrfur hérna, er einhver sem er með svona smá hugmynd svo ég fari ekki vel yfir tíman. Já, þú bara gefur mig bara spjöldin sko. Að þessi kúrfa hérna, hún leit út svona eins og longtail kúrfan. Longtail, þetta er hugtaki markaðsvæði sem er bara svona eins og svo langur hali. Hún er ekki þannig lengur. Nú erum við fannin að sjá svona meiri stöðuleika niður á við. Þannig að það er sko í ár verður þetta, það eru færri skip, þetta eru tölur frá Faxaflóahöfnum. Og þetta eru raun og veru barómetir á allt sem er að gerast á Íslandi. Jú, svo er meira eða minna á Ísafirði, Seyðisfirði, Akureyri og svo framvegis, en þetta er barómetir. Það er fækkun í líturskipunum og það er vont. Og við vitum að það er út af að þeir skemmdu fyrir okkur tollfrelsi og eins og við sögum, jú, þetta var alveg hundósanngjarnt og svo framvegis, en af hverju var þetta sett á? Þetta var sett á til þess að litlu skipin, svo voru alveg mökkríkir farþegar, þeir myndu fara hringinn í kringum Ísland, vera helst bara 2 vikur með leiðsögumenn og söfn og eyða alveg bönns af peningum alls staðar. Og þau eru ekki að gera það lengur, þau eru að finna sér aðra leiðir og svo framvegis. Þannig að það fækkun í því, það eru stærri skip, þannig að farþegarlega séð, þá verðum við svona svipað í ár, þessi 320. Góða er eins og var í greininni í Mokkanum í gær að það er hærra hlutfall af skiptifarþegum. Það er þeir sem fljúga til landsins eða frá landinu. Og ég kem aðeins inn á það af hverju þeir eru góðir og peningkælega séð og svo framvegis. En því miður að sko það hafa verið afbókanir og það hafa verið að ég hef áhyggjur af framhaldinu. Þannig það er það sem við höfum talað um. Í fyrsta lagi það að sjálfsögðu á þessi geira að borga eins og allir aðri geirar. En hvert fara peningarnir? Og þeir eiga að fara í ykkur sem eru á öllum fjórðungurum. Ekki í sérfræðingarna sunnan. Finnst mér alltaf. Jú, eitthvað fer hingað, en eitthvað á líka að fara á einastæðina. Að þetta hangir allt saman. Ég veit ekki eitt einasta skip sem er að koma bara til þess að koma til okkar í Reykjavík. Það er frábært hérna og allt svoleiðis, en þau vilja sjá eitthvað meira líka. Þau
fyrir að koma til Íslands. Skipulagning, DOC sem er inn á doc.is, þetta er bókunarkerfi skipa sem við notum hérna og í Færeyjum og erum að voru þess að fá grænlendinga en einlíka. Þetta gerir það verkum að þetta eru rauntölur, hérna hvað heitir á íslensku real time data, þetta eru uppfært, þannig að hérna Torfi og Einar og þið öll þið getið séð fram í tíman bara nákvæmlega upp á dag hvaða skip eru í sérhverju höfn. Og hérna, ef þið farið inn á doc.is þá sjáu þið svona meira þetta og kalendarinn. Þið veljið þá bara höfnum á Ísafirði, sjáu þar eða á Seyðisfirði eða hvað sem er. Og þetta hjálpar upp á skipulagningu til að reyna að dreifa þessu. Af því að ég hef komið til Ísafjarðar, ég man fyrir 2 árum síðan, þá var mikið álag og Siggi er alveg hræðilegt og eitthvað svona og ég kem til Ísafjarðar. Það var ekkert einasta skip. Og hérna, ég bara hringt í mugga og segði, hvað djöfullinn, af hverju er þetta skip hérna? Nei, já, komdu á morgun, sko, þá eru 5 skip. Þetta liður því að hjálpa það. Farið endilega bara inn á doc.is og ég hef sagt við alla aðeila, sko, Söfn eða hvað sem er annað, nýtið þetta. Það vitið þið nákvæmlega. Það er engin, við getum ekkert bara að fara inn á hérna isavia.kef eða eitthvað svoleiðis, þá getum við séð hvernig margir farþegar koma til 4 ár. Það getum við ekki, við getum séð þetta hérna. Svo tölum meira peninga að við erum framkvæma hagfræðilega rannsókn sem Magnús gerði í Reykjavík Economics og það er erfitt að meta þetta og ég geti lesið hvað stendur það. En svona sirkus þá getum við áætlað að þetta séu svona tæplega 40 milljarðar, 40 til 50, það er erfitt að áætla. Og það er þetta að skila inn í hagkerfi á Íslandi með öllum. Olíukaup, egg, svo við tókum frá okkur þannig að við fengum ekki egg. Og svo framvegis. Þannig að þetta er svona þau peningar. Þetta eru svona 2 lonuverðir. 2023 þá var framkvæmt könnun hérna í höfuðborginni. Þetta voru bara Reykjavík með minnin og örugglega ekki, það hefur verið, nei, þetta var ekki Hafnarfirði og heldur ekki Akranesi. Ef ég er alveg, við minnum það, já. Hvað hérna, og það var bara að vera að spyrja farþegarna, mengi hérna, það voru einhver 900 sem svöruðu, bara hvað eittu í peningu, hvað gerðu og svo framvegis. Söfnin, þetta er svona 20% sem hérna, við sjáum þetta ekki nákvæmlega. Þetta er rútuferð, ganga, skilkvæmt hvaða var þetta. Eyðslan, þetta sjáum þið þetta, söfnum myndi vera undir hérna, menningu. Minjagrip er náttúrulega einhverju lítið, það er líka sett í söfnum. Og þetta skipt upp í sko, skiptifarþegana. Að það eru þeir sem eru að byrja að enda ferðina, þá eru þeir í landi líka og þeir sem gista. Og við sjáum svolítið mismunandi, sko meðaltalið þarna uppi, það er bleið 1000 kall, það er með öllum, það er líka með ætafarþegana frá Þýskalandi sem eru fastheldnari á budduna, heldur en Amerikanarnir. Hvað erum við með þetta? Já, gistifarþegar, það er sem skiptifarþegar sem gista í landi. Það voruð búin að vera 2-3 nætur á meðaltali er þarna 1000 kall, en ég geti svona uppreiknað það að ef þetta er eitthvað 320.000 farþegar hérna, þá svona sirkus þá er það peningurinn sem situr eftir hérna. En þetta er svona ekki kannski skilgreint, sko, þeir fara víða, þeir fara hérna Gildarhringinn og út frá höfuðborginni er svæðið stórt. Vinkona mín Anita í Síldarsafninu á Siglufirði, sem kannski er að horfa á okkur núna, tók saman hvað þið fengu marga skipafarþega, hvað hlutfall var og ef tekjur var að ræða og ég hafði ekki hugmyndu, svo var líka spurningar sko, með álagið og svo framvegis og ég verð bara að vikna því ég hafði ekki hugmyndu að þetta væri svona mikil burðarliður hjá, ég ætla nú að geta bara svona, lesið þetta bara, hérna, ég hafði ekki hugmyndu að þetta væri svona mikil, en hjá Guðbrandur vinnu mínu að þá er sko 24% af öllum gestunum í Árbæjarsafninu voru skipafarþegar og, þú leyfum verið ná, 48% af öllum erlendu gestum, þess að ekki hérna við sem fórum jólinni eða eitthvað sem veist, það voru krúsfarþegar. Og þá fór sérfræðingurinn og sunnan markaðsfræðingurinn að hugsa, já, að sjálfsögðu, þessi markhópur, ef ég ætti að targeta einhvern markhóp fyrir, ef ég væri með safni eða sumhússtæði eða eitthvað, hérna á Íslandi, vitandi það að okkar crown jewels er það sem við erum með hérna, til sýnis.
Þetta er okkar skip í hróaskildu, þetta er okkar kóruna sem er í hérna Tower of London og svo framvegis og framvegis. Það eru handritin. Hvað er Ísland? Saga. Mér er þessi enska orðið saga. Það er okkar. Svo hvað haldið þið að Þjóðverjinn eða Ameríkanir vilja upplifa, sjá? Saga og menning. Þannig að þá ég segja, já, ok. Þannig að ég náttúrulega, ef það er svona markaðingur, þá myndi ég strax fara að hugsa einhverju svona marketing áætlanir og targeta og hérna auglýsingar á Facebook og ég veit ekki hvað og hvað sko. Til þess að gera þetta athyglisvert. Hins vegar, það sem er skemmtilegt við þetta, þennan hóp, þetta er raunverulega tvískiptur. Það er hérna eins og þau talaðu á Ísafirði, það er bara þeir sem fara frá borði og labba og finna sér út sjálfur hvað þeir ætla að gera. Stór partur af þessu er skipulagður af ferðaheildsölunum hérna á Íslandi, þar sem þetta er sett inn í pakka. Og það er alveg svona hvort þessi hérna eða annars staðar. Þá er einhver rútuferðir eða gönguferðir bæinn, þar sem eru söfn og svo framvegis. Og ef við tökum þetta saman, þetta er svona sirkusáætla, þetta eru svona aðalega 2 fyrirtæki sem eru að þjónusta skipin með þessar ferðir sem eru þá seldar beint um borð. Og þetta eru þá peningarna sem eru að fara í söfnin, svona sirkus. Áætla. Það er, ég hefði mjög gaman að taka þetta saman hérna fyrir vinnu mína Torfa og Einar. Þetta er svona bara, ég fekk lista þarna og ég hugsaði bara, já, ok, Siggi, ég getur náttúrulega bara tekið það svona minnst að gera og sagt, já, þetta er ekkert vandamál. Nei, ég veit vel að þetta er vandamál. Þetta eru stóra einingar sem koma og þetta eru svona flóðbylgjur. Við erum að byggja farþegamiðstöðina á Skarfabakka. Hún er allt öðruvísi heldur en, sko þannig séð, heldur en Keflavíkurflugvöllur, vegna þess að þetta er svona stór geimur og þetta kemur í stuðbylgjum. Allar flughafnir eru þannig að þetta er svona litli púlsar í gegn en rosalega stóri. Hjá okkur er þetta bara búm, búm, búm. Góða er að það er hægt að stýra þessu og hérna við höfum gert það er með DOC, ferðaskipuleggjendur bæði frá Atlantic, Iceland Travel og aðrir skipuleggja þetta. Það eru alveg hérna mígrútur af ferðum sem þeir fara í, þeir koma hérna og sérstaklega á morgnana þá bara fara þeir hingað og þangað að þeir stýra þetta. Þennan dag þarna voru 3 skip í Sundahöfn og hvort eitt var niður á Miðbakka, ég manna ekki, en það skiptir ekki máli. Þau voru hérna ekki. Þetta voru hérna þessi 7.000 farþegar. Og í framtíðinni þá verður nú ekki mikið meira stærri dögum hérna í höfuðborginni heldur þetta. Við erum búin svona slátra kurfunni, þannig að þetta er svona jafnara. Og þetta sjáum við svona tímapunktina sem þeir voru allavega á Þingvöllum. Skip 1 var hérna morgun og svo eftir við daginn. Skip 2 það var meira svona drifti við daginn og skip 3 það var 2 svona stuðpunktar setni partinn. En overall þá var þetta svona þriðjungur sem kom á Þingvelli þennan dag. Ég veit ekki hvað eru margir aðrir farþegar en hérna, þetta var allavega það og þetta voru aðra ferðir sem var farið. Það var Reykjanes, það var hérna út á Snæfellsnes í Jafnafjörður og bara God knows what. Þannig að hérna dæmi og þetta getur sama átt við hérna Dimmuborgir eða Goðafoss eða Ísafjörð sem er náttúrulega ítrasta dæmið svona í raun og veru að hérna að þetta er miklu betra núna og á eftir að vera miklu betra í framtíðinni og þessi hópur er eiginlega beautiful upp á það að gera að þeir láta svona tiltölulega vel að stjórn. Það er þetta leiða á svona, ef maður er svona fastu fyrir sko þá er þetta leiða þennan hóp svolítið svona eins og rollu sko. Þannig að ef við getum ekki stjórnað þessum hópi þá á ég 5 minútur eftir. Nú, þá get ég bara látið rambling on. Ég er múin að vera hérna, því ég held ég sé ekki fyrir fleiri sko. Þú mátt alveg vera styrkur. Já, ég hérna, já ég var ekki fyrir fleiri. Ég var svo hræddur að því ég fer oft og auðveldlega sko út fyrir sviðið að hérna og missi þráðir sko, fyrir að tala allt annað. En ég er nú ekki með meira sko, þetta. En sko, ég myndi segja eitt, að mér finnst að
já, horfum tilbaka og ekki gleyma hver kjarninn, hvað okkar, hvað kjarninn af því sem við höfum á Íslandi. Og ég mundi þetta einhverju, ég var þetta með Jónasi og Safi í gær og við vorum í mannamót og við vorum að tala og ég var að segja, ég var að koma í þetta glæsilega hús sem alveg sturlaflott. Ég svo stoltur að vera hérna, ég hef aldrei komið í það. Og ég búinn að búa megnaði ævinni erlendis, kom fyrir 4 árum síðan frá Danmörku. Ég hef búinn að vera svo lengi þar að ég hef komið danskan passa, eins og Gunnar Gunnarsson og fleiri í gamla dag. Og horfið þetta svolítið utanfrá, sko. En þetta það sem okkar, það náttúrulega náttúran, en ekki bara náttúran. Hver kjarninn hérna á Íslandi? Það tungumálið, það söguna, það arfleiðin, sjómennskan og allur pakkinn. Og við ekki gleyma því, og það eigum við að sýna fram. Þessi hópur tilbúin í það. Við í Grúsæslandi, ég setti alla aðildafélagana þarna, að við erum tilbúin og við getum, sko þetta bara 12% af öllum ferðamönnum. Þannig að við, þótt að maður vilja skipta sér öllu, þá getur nú kannski seint skilt mér af bílaleigubílum eða happy campers eða whatever, sko. En ég hef alltaf sagt að við, sko, berum ábyrgð á þessum hópi, gerum það vel og gerum það í samstarfi við ykkur, þannig að maður hafi einhvern tilgang. Þannig að mitt starf er svona næstu jafn mikilvægt eins og hjá Georg og Eldi Ólafssoni. Takk. Það spyrja aðeins. Ég ætla að... Viljum við ekki salta á það? Við bara gerum þetta eins og síðast. Við bara leyfum fólki að sitja á. Það verður sorry, nú verður bara... Formaður verður bara að sitja á sér. Svo erfitt með þessa formenn samtaka, því þetta alltaf ráðvöld. Þetta var, það strax búið að tala að það ekkert vandamál á Þingvöllum. Það bara lausnir og við erum miklu færri ferðamenn sem koma til okkar heldur en við. Við ætlum ekki að velja, við höldum bara áfram, við ætlum bara að rúlla áfram eins og síðast, við söfnum upp í þessi 3 erindi og svo fáum við spurningar. Endilega spyrja líka Sigur, hann ekki jafn langur og Einar, það ekki gott að spyrja hann einu. En nú ætla ég að við varum Haraldur Þór Egilsson, safnstjóri á Minjasafni Akureyrar. Verð þú hjartanlega velkominn og ég hef tímann aftur. Já, það einskottur að hafi góða tímastjórnun því að það algjör, sko, það áhættuatriði þú hleypir sagnfræðingi á framan, sko, svo að það sé sagt. Herru, hvar eru glærur? Já, þau eru á glærur. Ég ætlaði ekki að leyfa það að hafa með glærur. Ég ætlaði ekki að tala út frá dagskráni. Já, en við skulum muna það að sagnfræðingar eru saltjarðar, bara. Til þess að ég haldi tímastjórnun, getur þú sett á Reset? Reset? Já. Já, ekki á. Ég ætla náttúrulega samt bara að byrja á því að játa syndi mínar. Mér líður svona pínu eins og illa undirbúnum nemanda því að mér láðist að skila að mér tölum fyrir hann Sigurð. Svona. Ekki? Nei, það sami skjáður. Já. Ok, ég var bara að treysta á að ég muni þetta. Kom þetta ekki upp í Ég veit að leikstjóri sem ég hef unnið með, hann myndi ekki treysta því ég myndi muna línuna mína. Kemur þetta ekki bara, þetta kom upp á hann? Nei, það var við vorum með tölvuna. Já, með tölvuna. Kemur upp í þessum skjá. Þetta örugglega bara til þess að... Ok, við bara gerum það. Ég hef fullt að Við gerum þetta í minni sem sko líka stóra synd sagnfræðingsins að muna aldrei að gera neitt. Ég er safnstjóri á Minjasafninu á Akureyri og búinn að vinna þar síðan 2003, safnstjóri síðan 2008 og satt best að segja þá var nú ekki mikil áhersla á ferðamál yfir höfuð og við Jónas Símoni vorum nú einmitt að rifja upp í kaffinu að þetta var nú eiginlega svona skammaryrði að hefur það gerst að þetta auðvitað að fara að mynda ákveðin grunn fyrir okkur og þetta okkar mjög mikilvægir farþegar og gestir og auðvitað að hlutverk safna að miðla og af hverju þá ekki þessum hóp eins og einhverjum öðrum. Málið auðvitað bara að þetta snýst það fagmennsku, gæði, gera þetta vel þannig að
það sem er verið að segja farþegum og til þess að selja sínum farþegum og skiptum með okkur þeim tekjum, að gera það eins vel eins og við getum og vera í samtali. Það er búið að tala aðeins þetta blessaða samtal og það er gríðarlega mikilvægt. Það var bara hreinlega ekki til staðar fyrir nokkrum árum en við og þá einmitt, ég man einhvern tíma voru við annarkvæmt hér í fyrra eða áður að ræða þetta samtal, það skort alltaf á það. Einhvern tíma þarf einhver að byrja okkur, fyrst og fremst með að tala við ferðaþjónustuaðila. Við bara búum til samtalið okkar á milli og finnum þá fleti sem eru nauðsynlegir fyrir báða aðila. Þetta er auðvitað, þetta þarf að vera á skrifa, en þá á ég það bara síðar. Það sem að flækir máli fyrir okkur er að við erum ekki bara eitt safn, við erum ekki eitt áfangastaður. Og síðustu árin það hefur bæst við höfum okkur hefur verið falið fleiri safn í okkar umsjón. Þegar ég byrja þá er þetta Minjasafnið á Akureyri sem er 1995, þá komu þangað svona 15.000 gestir, ef ekki hugmyndum, það er áður en við tökum við hversu margir af þeim voru erlendir og hvað þá, hvort að einhver yfir höfuð kom úr skipum. Þannig að við vorum svona fyrst og fremst að sjá kirkjuna sem er hérna á sama blettnum, Nonnahús og Minjasafnið. Síðan höfum við tekið við í leikfangahúsinu, iðnaðarsafninu Davíðshúsi og svo Smámannasafnið sem kom líka til okkar. En það sem flækir málinu er að þetta eru söfn sem eru, við myndum nú segja á Akureyri, bæði nyrst og syðst í firðinum. Og þannig að það flækir svona pínu málið, en samt býr til ákveðin tækifæri. Þetta eru ólíkir áfangastæðir. Þannig að í fyrra þá fórum við svolítið svona endurhugsa þetta til þess líka að þetta væri einfalt fyrir ferðaskipuleggjendur og fyrir okkar gesti að vita svona hvert get ég sótt upplýsingar og hvert get ég sótt, hvernig get ég kynnst fólkinu sem hér býr núna eða hefur búið hér, því það er auðvitað sú saga sem við erum að segja. Bæði í gegnum sýningar, en ekki síður gegnum byggingarnar sem við höfum sem er eitt elsta húsið á Akureyri. En þessi staður eru líka mislangt komnir. Það er mjög misjafnt eftir hversu löng saga og hversu þekktir þessi staðir eru. Þannig að iðnaðarsafnið sem er hér fyrir miðju, þangað koma engin skipafarþegar og engar skipulega ferðir, allt fólk á fæti sem er líka gott. Þannig að þar erum við svona fett okkur inn í. Þar er mjög spennandi saga sem við höfum svona verið bara að læra á þetta árið eftir að við tókum við. Davíðshús sem er hér er hins vegar ekki áfangastöð. Það er bara hús sem eru lítið. Þó að þeir útlendingar sem þar koma eru mjög áhugasamur og finnst þetta skemmtileg upplifun, þetta er fallegur arkitektur, fallegt safn, gamla koma þangað og góð móttaka sem skiptir höfuðmáli. En hins vegar bara ber þess að sögursafnin á Akureyri. Þannig að þetta er einn áfangastaður af 3. En við bindum hann saman. Þannig að af því þetta er á sömu torfu, þannig að ef hópurinn er að koma í heimsókn í Nonnahús, þá mega gestir fara á alla aðra staði. Við tökum á móti þeim í sjálfi sér í Nonnahúsi, Minjasafninu, kirkjunni og svo notum við líka garðinn. Og ekki síst til þess að álagstíma, til þess að passa upp samt lítið hús og ekki æskilegt að fá þar of marga inn í einu. Þannig við reynum að stýra því þarna eins og annars staðar. Ég ætla að bíða með tölurnar bara þannig til á eftir. Ég er nú með þær í kollinum. Ég man þær sko. Síðan erum við með Laufás. Laufás er svona okkar helsti viðkomustaður í skipulegum ferðum. Gamla torfbæjarhefð og við vitum það í rannsóknum að torfbæjarhefðin, hún er mjög eftirsóknarverð og fólk hefur mikinn áhuga að sjá það. Skiljanlega, hvar annars staðar ætla að skoða það.
Þannig að við fáum þarna mikinn hóp gesta á hverju ári, alveg frá því í móttöku gesta, og við miðum bara opnunartíman við það að frá maí í raun og veru fram í miðjan september almennur opnunartími, en svo höfum við opið fyrir hópa á öðrum tímum. En til þess að taka móti hópi á fimmtudaginn, á laugardaginn í næstu viku, þó það sé ekki tengt skipum. En þetta mikill viðkomustaður og þarna þurfum við dálítið mikið að álagsstýra. Og hvernig gerum við það? Og af hverju gerum við það? Fyrst og trafíkin, þau fá líka tækifæri til að skoða, þannig að sé ekki árekstrar, og þegar koma kannski 200-300 manns í einu, það viljum við ekki. Þannig að sem vissulega getur gerst til að allt fer í fokk. Það gerist, þá þarf bara að vinna með það. En hins vegar viljum við stýra þessu og það gerum við bara með samtali, og það hefur náðst mjög góð inn á markaðinn, kannski einhver einkaaðili. Það fá hann til þess að skilja að við þurfum að geta stýrt þessu, búið til bara skipulag fyrir klukkutíma. Þannig að hver fái sín gæði, hver fái að skoða sitt og við getum tekið á móti. Því að þess vegna höfum við sögu að segja að við viljum taka á móti gestunum okkar. Við viljum sannarlega fá tekjur, en þetta snýst það að við getum sagt fólki frá hvað þetta fara að skoða. Hver upplifunin, takt eftir þessu og hinu, þannig að við getum útskipt fyrir fólki. Við viljum að það fari í burtu með einhverja þekkingu, helst með einhverja spurningar, jafnvel komið aftur síðar. Það ekki hugmyndin, þó við sannarlega viljum hafa arðsemi af okkar ferðaþjónustu. Í Laufási höfum við góða aðstöðu og við vitum það og ferðaþjónustaðalar vita það, og það hefur stundum áhrif á heimsóknir til okkar, hvort sem á áfangastaðinu á Akureyri eða þó sérstaklega í Laufási, því að ferðir í Laufási eru líka bundnar saman við heimsókn í náttúruperlunni á Goðafossi. Þar líka ágæt aðstaða, en hún opnar ekkert alltaf á þeim tímum sem hóparnir eru. Þeir fara ekkert á stað klukkan 8, stundum í okkur eftir 7. Þetta eru svo stórir dagar stundum að það þarf að nýta rúturnar eins vel og hægt sem er bara fínt. Þannig að þegar það ekki opið í listigarðinum eða opið á 5 mínútur, ég held að vera með Microsoft 5 mínútur. Ok, ég lít þannig á. Þá erum við beðin að opna og með góðu samtali þá getum við fundið út úr því. Því að við höfum almennur opnunartíma hjá okkur ekki fyrir klukkan 11. Þannig að ef einhver þarf að koma klukkan 9, þá kostar það okkur starfsmann, það kostar kannski yfirvinnu. Þannig að það þarf að finna svolítið út úr því og endurskipuleggja það. Já, að taka móti. Við viljum sem sagt að gesturinn fái upplifun, hann fái móttöku, geti tala við okkur. Það svona það sem við leggjum upp með allstaðar. Þetta sem sagt þriðja áfangastaðurinn sem við erum svona með í þróun. Við erum svo tiltölulega nýtekin við og allt tekur þetta tíma og upp á svona ólíka nálgun að bjóða. Stórt og mikið safn, góða aðstöðu, allt við bjóðum upp á og notum og svo hana Eddu. En tölur, ég ætla nú ekki að hætta fyrir mér að koma þeim af. Hlutfall hjá okkur, það dálítið stórt og það ég bara biðst afsökunar. Ég skal koma þessum upplýsingum betur til því þegar ég hef tækifæri til. Ég gefa bara enda sterkar frá núna. Já, og sem sagt heimsóknirnar í Laufási eru til dæmis stóra stökki á 2015. Þess vegna við hlutfalli 2015. Þá fórum við að taka svolítið stórt stökk upp á við. Tókum mikið stökk 2023 eins og í heildina voru gestir í Laufási 28 frá því í apríl, þangað til í lok september, byrjun og október. Voru skipafarþegar, tæpur helmingur, eða eitt rúmlega helmingur. Til okkar á Minjasafni þá voru þetta 7.000 manns sem voru að koma. En árið 2000 skipum þau voru 216. Það liggur við að maður getur þekkt með nafni og voru svo fáir.
Þannig að þetta einhver sem skiptir okkur máli en svo hugsa maður sko, ok, þetta gerist ekki sjálfur sér og auðvitað erum við í samkeppni, það mikið að söfnum á og nú komur heilt baðlón í garðin hjá okkur en í öðrum könnum sem hefur komið fram, þess að tölurnar af skipafarþjóðunum að hlutfalli það er áhugavert, í öðrum könnum þá hefur við sýnt að heimsóknir á söfn eru skora mjög hátt í aðþreyingu hjá gestum. Það hefur 2 mínútur Ok. Það er vissilega áskorunir. Aðgangsstýra er auðvitað stærsta áskorunin, en það hefur bara tekið býsna vel. En ég veist alltaf í áskorunum það fylgast alltaf tækifæri og fæstum dögum eða fæstum klukkutímum að áskorun og tækifærið er eiginlega hvort tveggja að búa til heimsóknir sem eru verðmætari, taka kannski frekar á móti færra fólki en ekkert endilega auka alltaf við, heldur að gera hlutina betur og fá öðruvísi upplifun. Og kannski ættu við nú á söfnunum líka að ræða saman hvað erum við alltaf að bjóða fólki upp á, því að ég var nú einu sinni með fólk, pröfuðum það um tíma og einhver tíma þegar við vorum búin að bjóða upp á blessuðu rabarbara kökun okkar, hjónabandsælina, þá kom bara upp úr einum bara, já, borðið þið ekkert annað en hjónabandsælina. Það er að hugsa til, ég skil núna af hverju fólk vill ekki alltaf fá sér brennivína þegar maður hugsa, áður brennivín og háka, bara aftur. Nei takk. En hins vegar til dæmis fórum við í það að hætta að reka kaffihús. Það var einu sinni rekið bara full-blown kaffihús í Laufásvegi. Ég hætti því. Það var einfallega okkur bæði var það að taka frá upplifun að koma á staði. Fókusin var algjörlega farin að reka veitingastað. Það er ekki okkar kjarnastarfsemi, heldur er það að taka á móti gestunum. En vissulega er við alla veitingastarfsemi og nú er það orðið þannig að sem betur fyrir hafa stoppin líka lengst. En hóparnir úr skipunum, þráttur að vera fljótandi veitingastað, þau vilja oft grípa með sér eina kleinu og það sem er núna, vilja fá steikta vöfflu með rjóma. Ég hef ekki ennþá fengið kvörtum frá SBA við þrifum á rútu af því að einhver kom með rjóma. Þannig að bara bráðnaði ofan í sæti. Seldist meira. Þannig að kannski þurfum við líka muna eftir því að við viljum fá rétta fólki. Við viljum endilega fá massatúrismann. Við fengum bara einmitt, kannski seldum minna þegar Æda var á svæðinu. En það er bara þannig, við vitum það bara. Eða þá við stillum upp hlutunum sem eru ódýrari. Það er bara. En okkar handverksfólki fyrra seldi og fékk sem sagt í sinn vasa, það voru yfir 20 manns, 8 milljónir sem var bara sem sagt í Laufásvegi. Þannig að þetta skiptir fólk alveg máli. Herru. Frábært, takk fyrir þetta. Við ætlum ekkert að bíða eftir neinu, við bíðum bara næsta manni að stíga á stokk, Einar Á. Sæmundsen, sem sé þessi besti forstöðumaður ríkisstofnunar á landinu, en það er ekki. Takk fyrir að segja þetta. Já, herriðið mitt, já. Já, er þið gert því rétt að klara, jú. Þetta er Kosta fundarstjórn og bara mjög fróðleg erindi hérna í morgun og skemmtilegt að hlusta hvað menn eru að gera. Ég held að fókusin hjá mér er nú kannski svolítið að ná frekar utanum hvernig við höldum utanum hennar massa hjá okkur. Vegna þess að við erum náttúrulega láta eitthvað vita því að þið megið rétt upp hendur eða þið teljið að segja það koma nokkra svona skrýtna myndir. Það eru sannarlega eins og kallast á góðri íslensku photoshopar. Er þetta ekki dýrsta hefna á Íslandi? Jú, það kemur á eftir. En í raun og veru kannski þetta draumurinn okkar allra. Við eigum Þingvelli bara útaf fyrir okkur. Þessa mynd tók ég einmitt í COVID, bara einn morgunin þegar ég var að labba upp á Hag. Þá var þetta ein mannvera sem bara þokan glyfti og ég sá hann aldrei meir. Hvernig upplifum við ferðamannastæðin okkar? Og þetta er svona draumurinn okkar alla og þetta er svolítið skrítin hugsun sem við byggðum inn í þetta að vera ferðamaður. Maður vill alltaf vera einn. En ég er ekki ferðamaður, sko, það er bara hinn, sko. Það er svolítið klikka og við erum alltaf á Þingvöllum að fást við þennan raunveruleika.
Og ég tek það fram að þetta er tekið í febrúar, þannig að það var ekki nokkuð skemmtiferðaskip í landhelginni. Þannig í raun og veru okkar veruleiki á Þingvöllum er kannski sá að díla við bara mikinn massa þegar ég fyrir einhverjum með það. Það er skortur auðvitað spilning. Hérna að segja að þetta er í raun og veru okkar raunveruleiki kannski alla daga, allt árið kring. Og við erum að fást við yfir sumarið, ekki bara farþega skemmtiferðaskipum, heldur bara öllum. Það er Yaris Duster fólkið sem ég fann upp orðið Yaris fólkið, en nú er ég búinn að bæta við Yaris Duster fólkið. Og það eru þeir sem að keyra og alltaf að taka mynd af vegstikum eða hestunum okkar eða gera ykkur að vitleysur, En við erum að fást við þá alveg í stórum númerum og stundum líður mér bara eins og við séum Þessa mynd tók ég var að koma á fjalli fyrir nokkrum árum og þetta blasti sólinn við og ég var alltaf fór svona, já, þetta er bara eins og bara. Og í raun og veru er þetta, og þá er ég ekki að henda gaman að ferðaþjónustunni að hvað þetta skiptir máli að bera ferðamenn saman við sauðfé. Það er bara massin við erum, og það er kannski það sem við erum að gera, við erum svolítið í flæðistýringu að halda utan fólk. Hérna sjáum við hvað við erum að fást við, þetta síðast ár, heitar tölur úr teljaranum. Það fóru 1,257 miljón, eða 1,2 miljónir rúmlega framhjá göngurteljaranum okkar í Álfamannafjörð. Þannig að við erum að fást við alveg gríðarlega tölur. Og bara í júlí þá fóru tæplega 200.000 eða 170.000 manns framhjá. Varðandi skemmtiferðaskipin, þarna er maður sem heitir Torfi. Hann er að stýra skemmtiferðaskipum eins og við sjáum. Hann er verið með skemmtiferðaskipa stjórnunartæki og það er alveg eins og Sigurður Jökull sagði áðan að það er eitt sem er mjög gott, ég get alveg sagt með skemmtiferðaskipa ferðaþjónustunni. Við vitum hver eru að koma á hvaða tíma og það er það sem er hægt að plana fyrir. Og við höfum alltaf reynt að forðast hvern annan, svo voru okkur þröngvað í panel á síðasta ári saman, þá erum við vinir, fórum kafa mikið saman og það er akkurat þetta samtal sem er bara mjög gott. En sannarlega er það mikið af fólki þegar það kemur svona, eins og þú sagði, það fóru bara 1700 manns á Þingvöll. Ég veit að það voru örgulega 2500 vegna það bóka sem margir framhjá, það er örgulega milli 2003. En þið deilir bara, allir sem eru góðir í stærðfræði, 50 dilt í 3000 eða 2000, það er bara 40 rútur. Þannig að það var bara sáskammt fyrir að koma skemmtiferðaskipunum þannig daginn. Þannig að það er gríðarlegur fjöldi sem kemur þó þess ekki nema 1700 úr einu skemmtiferðaskipu eða einu degi. En ég segi samt að þetta er kannski það sem að við getum og allt frá að ég byrja að vinna á Þingvöllum bara seint á þjóðveldisöld, finnst við stundum, að þá fengum við útprentuð alltaf frá faxafráhöfnum 1997, það var reyður. Það er skemmtiferðaskip á föstudaginn. Og svo fór þetta alltaf aukast og það er skemmtiferðaskip á miðvikudaginn og föstudaginn. Nú er þetta bara orðið bara spurning, hvað eru mörg skip á dag? Þannig að þetta er hérna útprent úr hérna hvað það heitir, ég veit sér 23 eða 24, þetta er eitthvað sumar. Þetta er júní, júlí og ágúst. Þannig að það er náttúrulega gríðarleg mikið af fólki á ferðinni. Og innan dagsins, innan vikuna þá erum við kannski að sjá og við höfum notað þessa dokku, við erum mikið að skoða hana og fylgjast með þetta skiptir okkar starfsemi miklu máli að vita hvað er í gangi. En eins og nefndir, hérna koma 306.000 til Reykjavíkur, Port of Reykjavík, þetta er nú bara stálið frá þér eða á einhverju heimasíðu og eins og þú miðaði við 25%. Þá fengjum við, ef að það er viðmiðið sem að þú notar, þá erum við að fá þarna 76.000 af stóra menginu. Og það sem gerist, við komum náttúrulega það eru bara á 3 mánuðum, 4-5 mánuðum tæplega sem að púlsinn er. Þannig að maður verður mjög mikið var við þennan hóp þegar hann kemur. Þetta er nú svona venjulegur dagur á Þingvöllum, það var bara að rúta við rútu og þegar menn eins og Skúli var að segja að það kom bara 3 eða 10 rútur. Við erum bara orðin eitthvað, við erum í einhver annari vídd með ferðamenn. Þannig að, en eitt sem við getum sagt, hvort sem það er gagnvart skemmtiferðaskipaferð, þá er þjóðgarðurinn Þingvöllum náttúrulega elsti þjóðgarður landsins. Við höfum haft langan tíma til að byggja upp innviði.
Þannig að við erum orðin og höfum slegið vel í hestinn á síðustu 15 árum og og þið sjáðu skipið, þetta útgerðin í Eternal í Sisi og já. En eitt af því sem að fylgir þessu, það náttúrulega því sem eru leiðsögumenn og þekkir ykkur að koma á Þingvelli, það stundum talað hóluna þar sem ferðamenn týnast og það bara rosalegt streitu ástand oft, hvort sem gagnvart skemmtiferðaskipafarþegum eða almennt, að menn eru að týna farþegum og það var svolítið skondið í sumar. Það var akkurat, ég veit ekki hvort það var í síðan, hvað heitir þessu útgerð sem að tímir ekki að kaupa? Hvað voru það að tala um? Æta? Já, ég held að það var spurning hvort þið tímdi ekki að keyra farþegana sín tilbaka. Það var bara einhver einu útgerð sem var bara með það motto, skiljaðu eftir á Þingvelli. Þú veist bara, hverjum degi þá koma bara hringferðir, það hérna úr þessu skemmtiferðaskipi þessu útgerð, standi eitthvað grátandi, klökkir, miðaldra, þjóðverjar eða ykkur. Manstu þetta var eitthvað mega vandamál í júlí og það var alltaf sama skipi. Þá segði bara viðhugmennina, aldrei ekki. En þetta hluti af þessu álagi sem myndast að það mjög mikið af fólki á ferðinni og menn fara í vitlausar hvíta rútu og enda einhver annar stað og við erum náttúrulega vel mönnuð á Þingvöllum. Við höfum verið að byggja upp mjög góðan hópa starfsfólki og við erum að manna, ég held að svona átta sig ekki allir á því hvað mikil starfsemi hjá okkur. Við erum með, yfir sumarið erum við með 20 landferði á dag hjá okkur og þetta á einni starfstöð og við erum með mjög mikla rútínu, þannig að við erum til dæmis yfirleitt að bjarga þessum ferðaþjónustufyrirtækjum að leita þessum ferðamönnum. En við erum náttúrulega með mun fleira starfsfólk. Við höfum farið í virka umferðarstjórnun og þá aftur segi ég þetta, hún ennþá nauðsynlegri þá daga sem eru skip, þá vitum að því, það bara 5 skip og það kom þarna óvart 40 galútum. Við erum með, svo kem ég að því á eftir, við erum náttúrulega með sjúkraflutningamann á staðnum og við erum með höfum náð og undanförnum árum að fjölga salernum, ég segi við alla. Ef við ná árangri í ferðaþjónustu, skiptir engum hvað að gera, bara lænið þetta upp með bara hvítum klósum. Allir lænið. Það stundu þannig, sko. Gæði í ferðaþjónustu, bara fleiri klósum. Bara einu sem skiptir máli. Ég nú bara horfi, við vinnum saman, sko, það ekkert að marka okkur stundum. En eins og ég segi, ástæðan fyrir þetta þó gengur hjá okkur, hvort sem að taka móti almenna skaranum eða þeim sem að koma af skemmtiferðaskipunum, þetta jú allt ferðamenn, þeir koma bara með einum öðrum hætti. Ég hef séð mann koma á skateboard með innkaupakerru og ég hef séð rútur á skemmtiferðaskipum. Ég hef séð mann detta niður á tjálsvæði hjá okkur úr fall. Það koma allir til okkar á mjög mismunandi. Og einn kom á innkjól, það frægastu að Japaninn á innkjólinu sem fór, hann var sirkushjólinu. En ég segi að við erum með mjög þróaða innviði sem að ná að halda utan þetta og bara þetta með salerni, svo ég ekki aftur að salerni. Við erum sko að teljum inn og út af salerni, ekki hvað fólk gerir. Við erum með, æsingum þá hérna, við teljum inn og út af salernunum og það voru nánast í jafnmargar salernisferðir hjá okkur og fjöldi sem fer almennt. Við vorum með 1,2 milljónir salernisferða. Þannig að það bara telur svolítið og það sem meira við hjá okkur að við náðum að fjölga salernum verulega, þannig að við erum með 60 salerni í rekstri bara í kringum Almannagjá. Og þau eru opin bara allan sólarhringinn, allt árið. Þannig að það þjónusta sem ég held að maður skynjar á stundum en fatta ekki, það bara taka þessi alveg, taka það vísir, ég skal svara eftir. Ég þarf að meðverka myndir. Já, fyrir. Það myndu umferðarstjórnarna hérna. Já, ég skal tala um þetta, ég að koma að þessu. Ég þekkt það við klósettferðina. Hæ? Ég þekkt það við þessar klósettferða umræði. Já. Tökum við þetta. Já, tökum við þetta. En það sem hangir á spýtuna er að engir kannski gera sig grein fyrir þetta þegar við fara á salerni, þá er mann svona bara að segja bless við allt. En hjá okkur þá svona smá viðkomustæður eða bíl og hann keyrir það til Reykjavíkur.
Það er eiginlega þessna hluti af gjaldinu sem er greitt. Það er þess að greiða fyrir sætaferðir til Reykjavík. Skýra mínugripuna niður í Sundaverðinu. Fáum þið hausinn aftur því að þið fá þetta bara óþvegið hausinn aftur. Eða reyndar það fer náttúrulega í þarna hreinsunarstöðina við hliðina. En mér finnst þetta alltaf hálfkómískt. En þetta er í rauninni hluti af því að reka staðinn á Þingvöllum. Að við erum undir hörðustu vatnareglugerðar landsins og það er engin afslættir veittir og við erum ekki komið með neina hreinsunarstöð. Við vitum að bara bussar frá Salerunum, heldur fráveitumál á Íslandi í ólestir og það er náttúrulega enda alltaf í sjómiðinu hætti og við erum að dömpum þessu það. Við erum ágætis innviði hér og þar sem halda. Ég vildi nú vekja athygli á þessu að þetta er mjög sérstakur innviður sem ég tel alveg nauðsynlega þjónustu hjá okkur. Við erum með hálagstað silfru og við rekum okkar eigin sjúkraflutningamann og fullkittaðan sjúkrabíl eða viðbragðsbíl hjá okkur allt árið í kring og búin að gera síðan 2018. Við erum að lenda í rosalegum vandræðum oft með gesti. Bara sem stundum á voða, sem ég segi. Þannig að það er alveg, þetta er nú eitt svona sá starfsmaður sem ekki vilja missa úr starfinu hjá okkur. En all þessi massi, hvernig hefur hann áhrif á upplifun gesta? Við höfum verið að keyra könnun á upplifun gesta undanfarin ár. Það er góður starfsmaður Jónas sem að hefur gert. Við náðum svona baseline könnun 2020. Þegar enginn var, það hefði námst í tára álvana sko, það var enginn á saman 2020 út af dollu. Og við náðum samt að búa, svo erum við búin að keyra sömu könnun í 4 ár. Við erum svona að reyna að sjá trendi hvenær fólk er að fara í bílu út í það hvað er margur. Við höfum ekki ennþá séð það almennilega. Það er svona örlítið trend, en almennt telja menn upplifunina ágæta og bara ásættanlega mjög. Svo kemur þetta til framtíðar, þetta er nú bara nýjasta nýtt, bara í staðhelsinu á heimasíðu ferðamálastofu. Hvert erum við að stefna? Það er eitt af því sem er gott hjá okkurni, að við vitum þó hvað við erum að fara getur, hugmyndir hvað koma margir á næsta ári. Við vitum, það er skemmtilega svo fáum við svona aðeins tilfinningum í silfru. Við getum alltaf spurt hvernig bókum staðan í silfru. Við bókum ekki neitt. Það kemur kannski aðeins svona tökum svona bókunum fyrir á bílastæði eða aðra innviði hjá okkur. Það getur eitt mann í framtíðinni gerst. Þetta eru bara þessar tölur, það var talað 3 milljónir gesta í eldri könnun, þetta er eldri könnun. En þá erum við að fá hérna, í raun og veru, ef það fer með, ef þessi könnun frá 2018 realiserast, þá fáum við 3 milljónir til Þingvalla. Það er töluvert meira en við dag. En við erum akkurat þessa mundir að kynna, það er deiliskipulag í umsagnarferli. Já, ég veit ég það. Ég sá bara að það var okkur deiliskipulag. Þetta er búið að vera grínið innan hús sko, þeir eru alltaf að stríða mér við þessi fann þetta deiliskipulag sem var gáð og nú er það í umsögn, það er 2 vikur til þess að klára umsögn og þá getum við komið ykkar að. En það snýr svolítið að flæði ferðamanna á þessum stað, hvaða nafni sem þeir heita, skemmtiferðaskipamenn, einhjólamenn eða döstir og jarisfólkið. Og við erum svona að reyna að ákvarða þetta, deiliskipulagi pluss burðarþol, reyna að ákvarða hvað við viljum, hvað er ásættanlegt að hafa marga á Þingvöllum. Þetta er náttúrulega rosalega gaman að ræða þetta svona í ræða og riti, þetta er rosalega flókið að nálgast þetta, vegna þess að farþegar og skemmtiferðaskipi, þeir eru onni í hnakkadrambinu og hvort öðrum bara út að sjó bara alla daga og þeir líður bara best innan annar fólk. Þannig að það skiptir engum máli þó þessi 1000 manns á Þingvöllum. Svo finnur einhvern annan sem bara er að leita frið. Harna sig og svo kemur bara þá fer hann alltaf í mannskap. Nú, ég er svona, þetta fór aðeins svona út frá skemmtiferðaskipunum vegna þess að við erum alltaf bara með, þetta er bara lítið mengi af stóra mengin okkar. En, já, að lokum, þá hvet ég ykkur hér til þess að lesa, taka upp snjallsímann, eina myndavélina þessum góða og gá hvort þið getið ekki skemmt ykkur að hátíðis. Og ég þakka þér. Það var spurningar. Já, það kemur að því. Er þetta deiliskipulag sem er... Nei, það er að koma helgi, sko. Já,
Við viljum bara gefa einhverjum eitthvað klapp. Við erum aðeins komin yfir tíman, en ég efast að þessi söng er ekki alltaf að fasta fram til 1 eða eitthvað í nýjasta trendi. Herði, já, við vorum þetta einhvern tíma að reikna út hvert niðursturt kostaði, sko. Ég man ekki hvort það var 154 krónur. Við vorum að reikna út tæmingar og vassnotkun og klósettpappír inn í mögulega notkun hvers gests á þingundum. En það var önnur tal. Herði, við erum búin að fá hérna 3 mjög áhugaverð erindi og það komu strax spurningar að hrynja á Sigurjókul og það er byrjað að fara að tala umferðarstýringu á þingullum. Ég er rosa fegin að vera bara í fræðslu og miðlun. Ég þarf ekki að svara fyrir neitt. En ég hef ekki bara að fara að henda í spurningar, fá spurningar, tek kannski saman 2-3 í einu og svo beinum við þess á fólkið. Já. Já, ég var að velta fyrir að stokka að svona fólk alveg meðvitað það stendur lengt og breytt á skipi hvað margir farþegar um borð. Ok. Þannig ég var svona að spyrja hann sátt vantar það inn í skjalið, sem sagt hvað max fjöldi farþega skip? Já. Það stendur á. Já, það kemur fram. Það sko. Hitt sem hann börstu, það var hefur ekkert að spara að setja eitthvað svona íþörur, eitthvað svona að sé bara hámarksfjöldi gesta sem eða skipa. Já, á sérhverjum stað. Já, á sérhverjum stað. Jú. Eins og Ísafirði, þú veist, það sé bara max þetta margir farþegar sem að stæða það við og það bara uppsönd. Jú, heldur betur, sko. Það er sko þetta er frábærspurning og það er þessum, sko þegar maður hefur farið landið og talað dokk og svo framvegis, þá er þetta svolítið kjarni. Maggi Rauðavæði og Sæfinningar með rosalega öflugt greiningarferli og samráð og svo framvegis, sem þú sagði frá í upphafi. Og þau komust að því að það var ásættanlegt fyrir Grundarfjörð og þar er leiðandi fyrir Snæfellsnes heildina 4.000 farþegar á dag. Þetta var ákveðið svona benchmark fyrir aðra staði. Svo fóru Austfirðingar í gang með verkefni, ekki jafn viðamikið eins og á Snæfellsnesi, en þau fundu tölur í mannaðinni nákvæmlega. 3.500 á dag á Seyðisfirði, 2.000 á Djúpavogi, 500 á Borgarfirði. Ísfirðingar, já, þeir eru svo duglegir, þeir taka við mörgum. 6.000, það miðar við bara ekki mikið fyrir 6.000. Já, þannig það er talað þar. Ingalín og Margrét er að leiða verkefni hérna í höfuðborginni fyrir Faxaflóahafnir, en það er leiðandi þannig að það hefur áhrif víðar. Reykjavík, já. Og það verður kynnt núna í febrúar, þannig að það verður komið. Og á Akureyri, þá er það ekki alveg búið, það er líka í mótun, þannig að þetta er í gangi alltaf. Ég hef skipt mér að og svona í gegnum Cruise Iceland þrýst á þetta vegna þess að ég er sérfræðingur á sunnan, ég vil skilvirkni og ég vil ekki hafa svona toppa og ég vil ekki þurfa að hringja í mugga og segja hver anskuðin, hvað er ekki skilvirkni? Ég vil þetta verði bara svona jafn, af því að það hentar okkur, við erum bara eitthvað 350 stræður á Íslandi og þótt ég hef búið háæðar í Kaupanar og við taka við þetta er svona mikilvæg skipum og það er bara aðeins út af efni sko, talandi akkur það sem við erum að fjalla núna, að hvað gera farþegarnir í Kaupanar? Þetta er mikið í það eru hallinar og söfnin og það er burðarlegum því sem þeir gera, en þeir ráðum með það. Þannig að þetta starfur í gangi og þessum, nú er þannig að Faxaflóarnir keyptu dokk, en það voru Akureyringar sem komið fyrst með hugmyndina og byrjaði þar. Við endum með að kaupa kerfi og reka fyrir hafnirnar og í Færeyjum og við erum að nota gervigrið til þess að hámarka þetta. Og þá er þetta bara svona bókunarkerfi, það sem er ákveðið svona kapp á hverjum stað og
þá þegar skipafélög, því allir nota þetta, þið nota þetta, skipafélög nota þetta, umboðsaðilar og verðskipafélög, að við viljum að þeir eru út í Miami og hafa ekki skilninga á aðstæðum á Íslandi, að þau segja áður frá, því gerir þetta skipafélög verður svona, að þá komið warning í kerfinu. Það nei, þú getur eiginlega ekki bókað þennan dag og Ísafjörður vegna þá færðu yfir eða Blönduvirðir svoleiðis. Þannig að þetta er að vinna með. Mjög langt svar. Já, bara flott. Þá komast færri spurningar að, það er miklu betra eða eru löng spurningar. Eru fleiri spurningar? Það er einn til. Já. Það er verandi, sko, svo kom fram að það eru 2 turnar sem eru heilsalar og eru að taka massan og dreifa um landið og ákveða hvað sorp eða matsögustæði farið. Og Cruise Iceland og líkta út búa til þennan markað, sko, en það er kannski fyrir þá sem að, það er svo, ég er að stofna fyrirtæki og er að leita hillu til að komast að, sko, þá er til dæmis bara aðgangur til að komast bara eins og inn á sýningarnar, það var í Malaga og það sem er og það sem að menn geta komist á að þeim sem eru að kaupa og leita, bara til að fá, sko, tilbyrgur í hver þörfum er, þá er dálítið þröskuld yfir að fara að þurfa að vera, sko, aðili að Cruise Europe fyrir einhverja fyrir 700.000. Í Cruise Iceland? Já. Einirni, það er miklu meira, sko. Það er að þurfta einirni sem eru inni líka, sko. Miklu vinna? Já. Það er mikið. Ég lægst að þryggi, ég maður ekki hvað ægum. 390. Það er mikið. 390. Já. Ég fór á sýningu eða fundin út í Oslo. Já. Og þá fór maður að ræða við fólki sem var á planinu hjá félagunum, sko. Þá erum ekki meira upplýsingar eftir að koma í gegnum turnana 2. Hvað er þetta að gera? Hvað er þetta að bjóða upp og hvað er þetta að búa til þetta og nýta það sem er til? Þannig að ef þetta samtal yrði, sko, þá yrði myndi þetta blómstra til. Já, sko, innan samtökuna í Cruise Iceland, það eru miklu meira heldur en turnarnir 2, sko. Það er nú það, sko. Og það er sko, það er turnar 2. Það eru fleiri turnar 2, það, sko. Það eru stórir og minni aðeinar og ég held að það er faðmurinn sín opið þar, sko. Það verður bara velkominn. Já. Ég held nú mannfrann sem ákveð hafa, ég ætla að líka í hinsvætti og markastöðu höfuðborgarsvæðisins, við sem Reykjavík, við erum líka að muna á hegðun ferðamanna tengd skemmtiferðaskipunum að 22 eru að missa svolítið sínu hlutir líka, en það eru fólki bara að bóka mikið sjálf í ferðar og það er gott að hafa það í huga líka. En við stýrum betur ef það eru ferðarskurðstöðar sem eru að taka skipunum, þá getum við stýrt þessu betur um að ræða það. En það sem er gott að hafa í huga að samsetning ferðamanna innan skemmtiferðaskipana er að breytast. Þeir eru að vera yngri, þeir eru líka bara að góða sér eldri að læra á símanna, læra á þessa tækni, bóka sig og maður heyrir það alveg í þeirri umræðu sem við höfum því að það er alveg fyrirtæki komin á markaði sem er ekki tengd skipanum en er að selja fullt til skemmtiferðarstöðvar. Þannig að það er bara breyting sem að, eða kannski verður hún framtíð eða ekki, við veitum ekki, en þessi breyting er til staðar. Þannig þegar ég var sjálf í þessu fyrir 20 árum síðan, þá held ég að við cirka 90% annan, eitthvað svo leiðis, þetta sem fóru í ferðir. Já, en svo talar ekki svo há í dag. Svo það er 100%. Já. Hvað er það núna? Það er voða misjafnt, það er svo kannski... Meðaltalið? Meðaltalið kannski, já, það er spurning að dætaskipinu einhver önnur. Já, meðaltalið kannski 60%. Ok. Ég veit það, spurning hérna. Já, þetta veit ég er áhugamannsku ferðarþjónustu og það er líka skipakomur, það er að tala um þig. Þannig að ég verðst að ég býð í skólakvöldu og er svo óborðað mikið forréttindi að ég sé yfir alla skipakomur og náttúrulega óskaplega gaman að fylgjast með, en ég er líka fyrst með
skipum, stóru skipum fara inn í Sundahöfnina og þannig að ofboðslega á kanal og sem ég hef séð bara orðið, sko, það er bara orðið það getur orðið hræðileg slys. Ég hef bara verið illa að horfa á þetta þessu þrisvarsinnum sem ég held að það getur orðið alveg skelfileg slys. Mér er ekki bara í huga að spyrja þurfa ekki skipstjórar, þessi stjórn þessum skipum að hafa ákveðna reynslu að sigla þessu til Íslands og í þennan brunda kanal. Það er bara stundum skelfileg að horfa. Mér finnst það illa að horfa bara. Það hefur getað gerst. Ég ætla rétt að taka einu spurningu enn og svo hleypi ég Sigurði Jökli skipstjórunum mikla á sunnan. Það er ekki náttúrulega mjög heiti ég ætla að minknaverk. Við erum með bjart allar sólarhringinn á Íslandi við betur verð og við byggjum núna á sumrin þegar háanartími er. Ég hefur aldrei vaknað svo hugmyndum að reyna að taka á móti skipafartunum seinnidag, fara kvöldhringinn á kvöldin og minnka það með álag. Hafa opið kannski einhver söfn, klukkan 8-9 á kvöldin og reyna að dreifa orðaðin. Já. Og sem erum að í 3 mánuði, getur tekið 20 miljóna aukalega, nýttið með okkar á þess að við erum álag á allra staði. Má ég skjóta? Ég er frá Iceland og er í skipuleggi færna. Það er bara erfitt að fá tilkvæmið allir segja verkefni til að hafa opið lengur eftir 4. Laufið er hérna. En þú veist, já, það er bara erfitt að fá fólk til að vinna á þessum tímum. Við reynum þetta. Þetta er líka helmingi dýrara því að launin eru helmingi hærri á þessum tímum. Ferðina verður helmingi dýrari. Þetta hefur oft verið skoðað út um allt land en þú veist, það þarf alveg að horfa í alla kanta á þessu. Ég held að það sé mjög áhugavert að skoða þetta. Þetta eru 4 mánuðir. Þetta skiptir þjóðarbúið gríðarlega peninga. Þetta skiptir öryggi á öllum stöðum. Það er ekki þingveldi, það eru 70, 80, 90 rútur á sama tíma. Í staðan það geta verið kannski með 30 rútur allra sem eru að koma á sínum einkabílum og verða kannski með 30-40 rútur seinna. Ég ætla að leyfa Sigurði Jökli að svara með öryggi skemmtiferðaskipa og svo kannski leyfi Einari og þá væntanlega Laufið að svara fyrir hversu mikið það ætla að lengja starfstíma starfsfólks. Sigurður. Sko, já, ég sagði þetta að sérfræðingur og sunnan og hef ekki vit á skipum, en ég veit ýmislegt um þetta og ég veit að þetta skiptir miklu máli. Skýrslan þessi hræðilega Norwegian Prima, hún kom út í fyrra þegar ég var með yfirhafsögumanni í Faxaflóahafna og við vorum komin í glas á sjávarútvegssýningunni í Barcelona og það sauð allt upp úr heima. Við vitum mæta vel að það er áskorun með þessi stóru skip og ekki bara við, Gæslan veit þetta, Arktisk kommando við dönum olíuskipunum. Skipin eru með Global Security and Safety Committee sem ég og Nikos vinur minn hjá Klía tengdum við Georg og Landhelgisgæsluna. Jú, ég ger líka eitthvað merkilegt eins og þau. Þetta næstu því slys sem var bjargað af dráttarbátnum Magna og hafsögumönnum hjá Faxaflóahöfnum. Þeir gáðust ekki upp og Magni, það var áður en ég kom til Faxaflóahöfnum, þá var það gagnrýndur, það kostaði 1,5 milljarð. Við erum að fara að kaupa annan. Akureyringar eiga öflugan dráttarbát líka. Það vantar, það mætti vera öflugur fyrir vestan líka, en definitely, við vitum um þetta. Allir hafsögumenn, og þú talar reynslu, þegar þeir koma inn skipin stóru, þá stígur hafsögumaður borð sem lóðsar skip og það er bara, svona hefur við gert alltaf til. Þannig að dráttarbátum, þeir sigla út Eisturbauginu og stíga þar borð og lóðsa þau í gegn. Þeir eru búin að vera núna allir hafsögumenn hjá okkur í þjálfun, simulator í Hamburg sem er sami staður og skipstjórinn allir sem skipafjörðum fara í til þess að líka eftir þessum aðstæðum. Þannig að þjálfurinn þar er áður bara eins best fyrir á kosið. Það á að gefa í með dráttarbátana og Faxaflóahafnir og er að beita sér á vettvangi hafnasambandsins. Það er með stjórnarmann í hafnasambandinu á því að samræma þetta fyrir all landið. Þar verður við að gefa í.
með viðmiðum. En hjá okkur þá lækkuðum við viðmiðin með miklu minna, þannig að skipið má ekki koma inn í Viðeyjarsundi nema og leggist að bryggju nema að sé minni. Því að það lítur kannski út fyrir bara í aðeins mánuð fyrir 10 metrar á sekúndu. Nei, það getur verið í 16, 17, 18, 20, 25 metrar myndgöður. Það alltaf mikið skip. Og sama við Eyjafjörð og svoleiðis. Þannig að við fórum ekki svara fyrir Pétur, en ég veit hjá okkur að þá var tekið alveg gleða þarna á. Og ég sagði nú bara svona galgabátt í byrjun, en þetta var bara verulega alvarlegt. Við vorum þarna bara að hitta sjávarútveginn og eitthvað og verið kokteill og eitthvað svona og eitthvað í aðalmáli í Pétunum og það bara rann á þessu. Þetta var, við vissum alltaf af þessu sko, en þetta var alveg, þetta hefði bara orðið hræðilegt. Heldur nú lítið sem kringum farið upp og skerið hérna. Þannig að þetta er tekið alvarlega og ekki bara okkar vettvangi. Þetta er áhyggjuefni hjá Færeyingum, Dönum og svo framvegis. Við berum náttúrulega ásamt Dönum ábyrgð á öllu hafsvæðinu. Þannig að þetta er bara, og ef ég fikk hér á það, þá er þetta miklu stærra. En þegar ég aldrei tala gegn innveðgjaldi, ég bara, einu sem ég hef sagt er bara, það sé einhver fyrirværi. En þessi notaði ég þessi hluti sem við erum gott saman, það vantar líka, það er gegn hellingu þarna, það vantar líka til Georg, það vantar Ingo og okkar. Og ef við erum að tryggja svona til tíðar þessa ferðarþjónustu og ef við erum að ná þessum 5 milljónum á því, þá erum við að gera þessi hluti. Þannig að takk fyrir spurningu. Við erum alveg runnin út á öllum tíma og ég var að lofa nú kannski að þið viljið svara þessu örstutt bara Einar og Laufey og svo förum við ráðið sem bara hvort annað í kaffilífinu. Við græðum áfram með áttina bílastæðarstjórnin og umferðarstjórnin hjá okkur. Og það er kannski tvennt til að svara að við höfum svo sem upp á haki og við höfum svo sem náð ágætum tökum á þessu. En við höfum ítt vandanum mest niðuréttir að við erum alveg meðvituð það. Það stóð til Hvað séu? Ég hef staðið mjög vel upp á hakkinu, hakkið er orðið gott. En við erum bara, það er áhaldum að gera hitt í sumar, sko, að breyta þar aðeins og hliðra til. En akkurat það sem ég nefndi þetta blessaða fræga, hvað heitir þetta? Deiliskipulag. Og hann reysið sint á stríðanir að þar erum við reyndar að tala miklu stærri breytingar, sko, og flæðibreytingar og annað. Þannig að stærsta vandamáli niður þá finnst mér, nú er ég mikið að ferðin sjálfur. Það er þessi sem er að keyra ríka fólkið, private dæmið, sem leggja bílunum alveg upp við því að þetta fólk finnst ekki geta lappa. Og þeimur komast ekki að. Viltu heyra sög? Ég ætla að stoppa söguna þarna. Þið takið hana í hádegislífinu en þið svarið bara hvort getið opnað á kvöldin eða ekki. Sko, ég er að segja okkur, ég ætla bara að segja alveg blálangi. Það er bráðfyndið að vera að koma til Þingvalla núna yfir háveturinn þegar það er svartast á skammdeginu. Vegna þess að ferðum ekkert breytt. Við komum þarna í algjöru svarta myrkri, sérstaklega núna það er ekki snjór, keyrum upp á haki og komum inn á skrifstofu, þá var bara komin 4 rúndur að taka mynd af myrkri. Það er ekki að skipilgið aðeins betur, sko, að fóru fáið eitthvað, sko, en þá verður það ekki það. Ég veit, það en það er kannski líka vegna þess að ferðarskriðstofan sem skipilvækir, en hún er ekki að hugsa þetta alla leið, þá þið séu með planið sko, eða það er ekki þér að kenna, þá þú mæti klokkan 9. Nei, en sko, það er ekki ferðarskriðstofunar, erum með kombiferðir upp á jökul og þá er ekki hægt að vera það hrein. Árum við missum alveg stjórn á þessu, hvað segir þú? Í rauninni það er alveg verið opnað kvöldin hjá okkur. Það er bara, það snýst allt einmitt og segir, launamál verið lífosla. Þannig að þetta er bara spurning lágmarksgjald, bara þannig að við séum ekki að borga með. Það snýst bara það. Ég ætla að takk fyrir þetta góða sagt. Það var einmitt Rögnvaldur ætla að taka eina myndi að kveðja fólkið og ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Tínist bara út með að Rögnvaldur syngur ykkur út. Þetta var ekki að syngja núna, en takk kærlega fyrir komuna, þetta var fróðlegt og skemmtilegt og þakka fyrirlesturum fyrir, innilega fyrir þetta allt saman. Það var bara mjög vel heppnað og skemmtilegt fannst mér og Torfa fyrir fundastjórnina, stendur svo vel hann Torfi. Kæra þakki fyrir komuna. Til félaga í samtökunum segi ég það að við ætlum að halda áfram hér til klukkan 3, við ætlum að byrja með félagsfund
inn í fundarherbygginu við hliðina á kaffistofunni klukkan 1 og vera það til klukkan 3. Kæra þakkir, hafa það gott. Takk.